Yo, I'm living in this time behind enemy lines. Verið velkomnir strákar Takk fyrir. í jólaþáttinn, þáttinn 20. Jólafalla. Bjóst aldrei við að við yrðum hér í dag, 20. þætti, en þá á lífi. Já, þetta er ótrúlega. Þetta er bara þrekkverki sem þú runnið þetta mati. We made it. Við fengum eitt tilefni á deginum. Frikka Beast, vinn þáttarins, blessaðist, velkomin. Takk fyrir það, takk fyrir það. Velkomin í Myntkaup Arena. Já. Hérna, ekki byrja bara á því að henda jólakveði fyrir Davíð Eld, eða? Jú, fínt að klára það bara af. Já. Hressari jólakveði heldur en fyrra þegar hann bað, sko, 3 dögum eftir ég var rekinn, það er ekki að henda jólakveði á Karva.is. Góður. Herru, bara gleðileg jól, Karva.is, takk fyrir að hérna setja hlaðvarpið inn á þarna Veitur, alltaf stundum. Já, til Körbólta fjölskyldunar. Ósku hjá Rönni Gunn. Gleðilegri jóla. Já, Fyrir hvernig er þessi jólakveða? Fyrir Körbólta fjölskylduna? þetta er í þarna svona sirpunum sem Davíð Eldur er með. Alveg rétt. Og maður spyr svo oft fyrir hvernig er þetta? Hann horfir alltaf á Fyrir þetta. fjölskylduna. Já, þetta er fyrir fjölskylduna. Skal gútið það? Já. Ég ætla líka að dæla út jólakveðjum til vina minna í Körfu Fréttum sem eru líka með hlaðvarpum inni þarna í dótinu og þeir sem eru ekki búin að ná sér í appið með að skammast sín. Þú ert með þetta? Já, ég finn aldrei statið inn á KKÍ, þannig ég fer alltaf viðstöðulaust inn á Körfu Fréttir appið og þar finnur þú statið í leikjum, sko. Þú ert svolítið í sem svona statti fyrir lengri komna, eða ekki? Jú, ég og Frikka Beast, ég erum fremstir meðal jafningi þar. Net rating og þetta allt. Ég ætla að Frikka að kenna mig bara hvernig ég skoða svona tölfræðan á KKÍ, sko. Þessi segir mikið um KKÍ vefinn, sko. Hvað hérna, hvernig ætlaði að hafa jólun? Nefnið þið bara, ég ætla að koma bara svona smá jólaintro. Ætlaði allir bara uppáhalds jólamyndir ykkur allra. 1, 2 og go. 1 jólamynd. Og ekki segja Die Hard, hún er ekki jólamynd. Bad Santa. Bad Santa 1. Tek alltaf Lord of the Rings, er það ekki eitthvað svona sem ég tek það alltaf bara. Ég vil fá jólamynd. Home Alone. Okay. Mitt er Elf. Já. Gaman að segja fyrir því. Ég talaði inn á hann á íslensku. Back in the days. Á Elf? Ha? Fyrir krakkan? Já. Ha? Já. Ég sest... Er þú krakkin í Elf? Nei, ég talaði innan fyrir nokkar krakkar, skilur, í myndinni. Það er ótrúlega, ég ætla að horfa hana í kvöld. Já. Ég ætla að reyna að finna hvaða krakki þú ert. Ég var svona 13 ára, eitthvað mútum, sko. Hvaða krakki varstu? Ég ætla ekki að reyna að finna, ég vil vita. Ég var í nokkrum atriðum. Hvað fækstu borgað fyrir þetta? Mannaði ekki einu sinni. Ekkert, eða? Jú, eitthvað. Fækstu meira borgað en það fækst borgað í þú varst að spila þar? Nei. Halli, hvað er uppáhalds jólumyndin þín? Hvað, má ekki segja Lord of the Rings, eða? Er einhver fucking jólasveit þar? Já, hérna, kanntu alveg eitthvað. Lord of the Rings er alltaf ekki jólamynd, sko. Það er bara eitthvað mynd sem maður tekur jólin. Þú veist, ég er ekkert eitthvað... Takk fyrir að ekki konseptið, hérna... Lord of the Rings, Eru þið búin að fara jólamyndin í ár. Hvað segirðu? Eru þið búin að fara einhverju jólum? Nei, ég fór á Jólahólm. Það var mjög gott, ég fór líka. Mér fínt. Steinar, þú varst með lista. Já. 5 svona... kunnulegustu jólahefðirnar sem fólk er með. Sem að þér finnst ógeðslega svona klíulegt eitthvað. Mér finnst klíulegar. Já. Mér finnst nummer 1. Þetta er svona óundirbúið listi, samt. Já. Þú mást bara minnast á þetta. Já. En nummer 1 er ég með helst álfinn. Það nýja æðið. Elf on the Shelf. Það fer ekki eðli töðunar á þetta dæmi. Eitthvað fólk bara með krakka eitthvað, álfur að gera eitthvað dónalega hluti. Fyrir mér á þetta daginn sendi mér mynd af, hann var að gera fyrir konuna sína. Já. Það var komið snýpshugun á álfinn upp í rúmi og bíða eftir að koma heim. Það er alveg nóg að gera hjá þér í þriðju vaktina og svo þurfa að sjá hann álf líka. Já, Muni eftir að setja í skóinn og Það fer í eitthvað. töðunar með þetta álfadæmi. Þetta er bara... Álfadæmið. Já. Bjór í jóladagatöl. Já. Mér finnst það ekkert eðlilega asnalegt. Ef langar í bjór og bara hörðu búð og kaupir hann, sko. Það er ekki með eitthvað jóladagatal, bjór í jóladagatal. Númer 3, hérna, er Secret Santa. Svona vinahópar Secret Santa. Pólitík. Tja, Eitthvað ok. Vá, ég elska þetta. Ok. Ert þú með eitthvað númer 4, eða? Eru þið með eitthvað? Þegar við komum síðust. Varst ekki með eitthvað meira? Hvað varstu með meira? Ég var búinn að senda þetta eitt, mann. Já. Bara í svona langt voice í reiði. Já, þú varst með sko eitthvað svona 20. Já. Byrst alltaf í jólum. Já. Varst ekki með svona föt á fjölskylduna? Eða jólanáttföt. Jólanáttföt, jú. Jólanáttföt, Allir í allir stíl. fjölskyldunum séu Þetta stíl. er ekki bara gert, þú getur postað einni mynd á Instagram og svo fer þetta beint inn í skáp og aldrei notað eftir, En myndin er góð. Nei. Ég Er þú með eitthvað, Freki? er sammála þessi með náttfötin. Náttfötin? Já. Ég er með kannski hot take á það, ég þoli ekki skötu á Þorláksmessu. Mér finnst þetta mesti rembingur sem til er. Ég veit að þú ert einhver harður sjómaður og slökkviliðsmaður og finnst örugglega geðveikt, Steinar.
En að það að þú þurfir að einhver fær sér bita af einhverju mat og herpist allur til og þarf að skóla þessu niður með bensíni og segja svona það lostar, ég bara þekki ekkert betra. Það er leikþáttur og rembingur. En er þetta ekki góður leikþáttur? Ég var í skutur í gær, mér finnst það geðveikt. Það er mjög góð leikur. Nei, ég sko deyja þessara hæð, sko. Því enginn segir mér að þetta sé gott, sko. Er það svipað eins og menn sem mynda rekka 13,7% súran berjabjór og segja hann sé góður? Já. Þetta er nákvæmlega það, sko. Þarna, hvað ætlaði ég að segja, ef við þá ekki bara farin í síðustu umferð það? Það er engin næsta umferð, þannig að við ætlum að ræða síðustu umferð. Já, Ætlum og bara fyrir þetta tímabils, það ekki? Já, svo förum við það. En fyrst langar mér aðeins að svona snerta á bara svona... Það var nú góð umferð. Það var góð umferð hjá okkur í Stuðlasjókum. Já, og líka bara spennandi leikir nokkrir hérna, svona allana framan af í mörgum leikjum. Einar, hentu hérna bara síðustu umferð upp. Fyrsta myndin sem ég sendi þér, held ég. Hvað kom eitthvað óvart? Var þetta ekki smá svona... Við vorum ekkert eitthvað að finna upp hjólið í spám hérna í... Var ekki að Ármann hafi unni í að kom það ekki svona á pappír? Við vorum með það. Við vorum með það. Já, ekki. Kannski 20 en það kom ekki á óvart. Fyrir hinn almenna góm, sko, eins og mig, sko, svona fyrirfram á pappír. Svona... Alltaf vantaði bara í IA. Já, þegar það svona fréttist að stóri maðurinn Goiko væri át hjá IA, þá svona var þetta ekki óvænt. Svolítið skarð. Er hann ennþá stigast í Real Madrid-deildina, þessu ekki? Hann er framhaldsæsti. Framhaldsæsti, já. Þarna... Það er ekki að hendi í svona lifandi tölfræði. Sarko Júkic mættur í Ármann, óvæntur. Já. Óvæntur og ekki óvæntur, verður hann áfram, eða vitum við það? Já, var það ekki að út úr þessu núna? Nei. Þú veist, það var ekki bara flottir það? Geta Ármann haldið sér uppi, eða? Nei. Ég meina, Yngvi bauð þarna upp á einhver 30 stig. Hvaða lið setur þú niður í staðinn fyrir Ármann? Þórðarsöfn. IR, Þorlákshöfn. Já, heldur það sé að fara niður? Já, Þórðarsöfn. Það er alls líklegir. Getum við fengið stöðuna upp á skjá? Það er hérna, þeir eru búin að vinna 2 leiki núna. Já, sem bara Ég ætla bara að segja að þeir eiga Kana-slott inni, sko. Já, þeir eiga það. Ég meina, þessi gaur er ömurlegur. Eftir fyrsta leikinn, ég ætla hana að heilla mikið neitt, en bara allt í lagi, skipti mikið skó og eitthvað. En, þú veist, hann gerir ekkert fyrir það þannig. Jú, hann er kannski svona bara solid og öruggur á bolta og svona getur tekið eitthvað sem midrange sem bara og hérna posta þessu upp og eitthvað, minni gæja. Hann er með 60 í leik, sko. Ég segi, hann gerir ekkert skilur fyrir liðið. Nei. Getur hann ekki fengið vinnið í mið þegar ég var allir sáttir? Nei, hann örugglega ekki. Örugglega mjög lélegur að afgreiða það líka, alltaf eitthvað að skemmta skoðun. Hann þekkir allan að skona. Ekki skóna, sko. Ég hérna, væri gaman, sko, ræðum bara fyrst þessi, byrjum bara niðri. Við verum að ræða bara smá svona stöðuna núna í deildinni. Þessi 2 liðana niðri, Ármann og IA, við erum svona, spáðu allir þeim niður, skilurðu, í upphafi. Já. Ok. Svo einhvern veginn eru Ármann alveg bara til skammar hérna lengi vel og... En svo enda árið einhvern veginn á því að pakka hinu liðinu saman, sko. Já. Sem að er búið að trenda alveg í hináttina. Pakka Þór, þegar Þór er búið að vera svolítið að trenda í að vera betri, sem að mjög óvandi sigur, að þú veist, maður bjóst enginn við því að myndu vinna með 20, skilurðu. Og vinnastu IA sem er svona móti löskulið í IA og jú, maður alveg fyrirfram gæti maður alveg sé það gerast, skilurðu. Tvö svona fyrirfram séð vesturliðin, jú, geta alveg unnið þá. Já. Hérna. Þannig að sjáum við stöðuna, ég meina, þeir eru bara, þú veist, í fyrsta lagi er Þór Þórðarsson náttúrulega bara með jafn mörg stig og IA, þannig að þeir eru náttúrulega bara í fallsæti, sko. En þú veist, það er bara 1 sigurleikur í 7. sæti, þú veist. Eru KR safe? IR, Álftanes, Njarðvík, Mér finnst KR ekki safe, sko, en þeir eru bara með... Kemur ekki tvískipting þarna eftir 5. sætinu? Stjarnan á upp, Jú. og svo bara, þú veist, kemur bara eitthvað svona, eða ekki, ja? Jú, og svo náttúrulega sem maður, veist, eins og fyrir Altari sem er búið í svona brasi núna nýlega, færa nýjan þjálfara og gera mögulega breytingar, búið að reka Hopkins til dæmis, þeir eru fyrir breytingar þar. Já. Þannig að hérna, og mögulega, veit ekki hvað að gera með hann Kana. Aid Murky. Aid Murky. Sko, ég held að Njarðvík, Álftanes, IR sé öll 3 að fara að sprengja bliðið sitt. Þá meina ég að skipta 2-3. Nei, ég er búið að reyka 2, Sotni og Sarko. Aha, Já. ok. Það er búið þar. Við erum að tala núna, hvað, bara sem tímabilið byrjaði? Áður en að prísum byrjaði, þá... Já,
Voru þeir komnir Ég segi ykkur að 30. janúar verða allir farnir á Yugo Airport listanum Run-Con. Það er ekki ólíklegt. Það sem ég held er að Rúnar Ingi náttúrulega bara eiginlega sagði það að hann væri að líta í kringum sig, sko. Já. Þannig að þeir eru pottet að fara að taka Brandon Áver eftir Julio og jafnvel. Gera eitthvað breytingar, já. Já. Þeir verða líka að gera. Já. Ég held að ég held að KR þú veist, KR þurfa bara að taka ákvörðun, sko. Já. Ætlum við bara að vera hérna bara, þú veist, miðja deild og Ég er líka hafa þetta svona eða ætlum við að sprengja þetta upp og reyna að gera eitthvað? Eru þið sammála því? Þú veist, þeir verða að springa til að gera eitthvað. Þeir eru ekki að fara að falla, ólíklega. Nána saman hvað að gera, þeir ólíklega að falla. Þeir eru með það sterkan íslensk kjarna að eiginlega saman hvað útlendingar taka, þeir falla ólíklega. Sástu leikinn fyrir norðan? Ég eins og að skotið sér upp í að vera einhverju baráttu eða þeir ná Já, okkur ég sá hann sko. Þeir voru bara sprækir. Ég held að KR sé ekki að fara að springja neitt upp. Kannski er að losa hana sköllóttafélaga minn, pointing, hvað heitir hann aftur? Jugovic. Já, kannski hann fyrir einhvern annan sko. En síðan er þetta ekki bara eitthvað nákvæmlega sem þeir ætluðu að vera í vetur eða? Þú veist hvað, þeir eru ekkert eitthvað við ætlum að stefna á titil. Þú veist bara eitthvað að play og svo er flott og svo er þetta bara eitthvað Þeir eru samt með 4 erlenda leikmenn, Þóri og þú veist, hvað ætlar þá að gera? Við tölum fyrir tímabil að 7. setu og var sigur fyrir KR. Já, þú veist, það er ekki bara nákvæmlega það sem þeir eru að gera. Ég held að þeir þurfa ekki að fara í einhverja sprengju sko, en ég er alveg sammála í Njarðvík og Kannski eru þau bara á fínum stað. já, Með neikvætt vinningshlutfall. Við hefum oft rætt þetta áður samt að þessi tabla sigrar hjá KR blekkja svo mikið. að þessi fyrstu 4 sem þeir tóku. Ég meina sigurinn á móti IR var fyrst, þú veist, þeir klára árið á 1-5, eða ekki? Rólega sjó. Þeir byrjuðu 4-0, þeir klára árið á 1-5. Ef það er ekki krísufindur þegar þú ert 1-5 farandinn í jólafrí, þá ertu bara fokkin metnaðarlaus, sko. Getur svo sem alveg tekið undir það. En ég veit ekki hvað annað þeir ættu að vera sko. Ég skil ekki þetta Vlatko Granitsen. Hvað er hann að spila mikið í leik? 7-8 mínútur? Já. Já, í staðinn fór Lars á bekkinn og... Er hann ekki bara í vinnu eða eitthvað? Frístundarheimili. Lítur að vera. En þú spurði hvort ég að sé leikinn, þú veist ég sá það, það sem þeir voru að gera, það var bara flott einhvern veginn í 3... Þeir fengu þessi 140 stig, var það flott? Nei, sko... Álftanes bara ráku 2 leikmenn og þjálfara eftir að hafa fengið þessi 140 stig, sko. Nei, sko, þú veist, leið mér ekki klára, það sem þeir voru uppleikið til að byrja með, það sem þeir voru að gera, þú veist, þetta var bara flott í, þú veist, x tíma, 2,5-3 leikluta, og bara einhvern veginn sprakk þetta, sko. Já. Þú veist, þeir voru bara að hlaupa og svo gefa alls konar jólasveinum skotið og það var að ganga í smá stund, sko. Ég meina þeir voru að taka séns að myndu bara keyra á þetta og auðvitað á KR að spila svona hraðan boltaskilur með þennan hóp sem þeir eru með. Því ég held að þeir voru aldrei að fara að setja upp 5 og 5 hefkort eitthvað á móti stólum og sækja sigur. Þeir eru ekki með mannskap í það, sko. Nei, þannig þurfti að reyna eitthvað. Þeir eru með Hreyfælanstórnir Linnars, þeir eru með Tóta og þeir eru með Þorra og svona. Þetta er allt görður sem er að hlaupa, sko. Geta þeir mista playoffs? Já, Já, easily. en þeir skoruðu 117 stig, þú veist, ofta á það að vera alveg nóg. Ok, en geta þeir fallið? Nei. Ólíklega. Ok. En þeir geta alveg enda í 10. sæti eitthvað, Ía þarf að gera eitthvað breytingar og vera með sína menn heila ef þeir ætla að geta stíkt þessum liðjumanna fyrir ofan upp á að fella einhvern annan, sko. Já. Jú, Ármann geta verið með eitthvað hittilega baráttur eftir tímabil, en ég held að Ármann bjargi sér aldrei í endanum, skilur. Ef að Ármann nær... Þeim er óvart allavega. Já, mjög mikið óvart, það væri bara sturlað. En ef að Ármann senda... Hvað heitir hann? Volvo? Woolbridge. Já. Woolride. Ef þið senda hann heim og fá einn 3. kanón á tímabilinu, Já, það hann er bara actually góður. Hvað var það aftur Það var allt hægt. Svo eru þið með Guðmundsson bræður Splash Brothers á vænginum. Já. Veistu, maður Er reyna það ekki alltaf í lagi, eða? Jú, maður reyna að sveiflast ekkert alltaf, maður sveiflast alltaf svo mikið með sko, síðasta leik, sko. Já, já. Það var maður bara, wow. Þannig að núna held ég bara að þú veist, þeir gætu, En þessi Ía-leikur er Gæti alveg ekki gert alveg eitthvað, margtakur bara þegar það vantar svo mikið. já, alveg fer. Stóra pósta. Já, en Ía samt fer núna inn í jólafrí, nei, hérna Ármann segja. Þeir hljóta að vera bara eitthvað svona, hey, þú veist, ef þau tapar einhvern, þá eru þið bara, hey, ef að taka hérna haukaliðina og reka 2 og fara að spara, skilur við. Þeir eru einu leik fyrir að vera uppi á innbyrðis. Já, já. Þess, núna eru þeir örugglega bara eitthvað, Gummi Braga og synur hans eru báðir mættir, bara, herri, nýjan kann takk og við getum keppt, við getum haldið okkur uppi. Hvað varðum hann að gæjan, Kanar sem kom fyrst til þeirra og spilaði á móti Val og var flottur? Fór í Ía. Hvað gerðist við Hann þannig? er í Ía? Hann Alveg er rétt. umurleg. En hann var flottur þar í upphæð, sko. Hvar? Hann átti einn góð leik mútið Val. Þeir eru allt ágætis gaurar, þessi Kanar er ekkert eitthvað Ég hræðilegir. heyri eitthvað veika sögur þegar hann mætti í fyrsta leikinn sinn. Já. Ármannskaninn sem fór yfir Ía. Já. Mætti með einhverja skölgrímu eða eitthvað. Hver sagði mér þetta? Ég Sagði, I'm here, elska vondarsögur sem að við veitum ekki einu sinni I'm hvernig er. here to kill somebody. Það er eitthvað svona, eitthvað svona ógeðslega amerískt. Já. Mér finnst Ármann eiginlega bara skulda deildinni það að þeir náðu sér góðan kana og geta eitthvað eftir áramót. Hvernig geta það sótt sem við verið en áður?
Það myndi meika sens. Takar ekki bara einhvern sem verður reikinn? Ha? Ef eitt mörk í reikinn, takar hann ekki bara? Það verður mjög gott saman fyrir það. Eða skýta ekki bara tekið eitthvað sem er ekki ömurlegur? Er það erfitt? Eitt mörki væri Er mjög... erfitt að finna bara leikmann sem á skýtur kannski ekki 15% í þristum allan ferilinn sinn og kannski sæna þannig gaur? Heldur eitt mörki var ekki flottir í Ármann, eða? Ég held að það pikki upp einhvern sem verður reikinn. Brandon Averett, eitt mörki. Þurfa það samt gard að það verður komin með Ingvar Braga og Daniel Love? Eitt mörki er náttúrulega ekki gard per se. Þurfa það ekki bara eitthvað... Þeir eru bara leikmann held ég. Sem er betið Wulbrett, hann er ekki leikmaður. Hvað er hann? Hann er bara svona... Hann er svona Halli í hérna pick-up. Hann er svona einhvern veginn ofhægur vængur. Já. Sem getur ekki skotið. Góður í pick-up. Herru, er eitthvað meira sem við viljum ræða hér? Ég meina, er það skellur fyrir ykkur stóla að vera ekki efstir fyrir áramót? Engin ákveðin skellur, en þú veist, auðvitað verða gaman alltaf, en þú veist, eins og Steinar Aron segir alltaf, þú vinnur ekki móti í desember, sko. Nei. Stólar að trenda í rétt átt á meðan Grindavík kannski ekki síðustu vikur. Já, samt Grindavík tapleik, sko. töpuðu þarna, droppuðu einu leik á móti Stjörnunni sem eru ógeðslega góðir á heimavelli því þið mistu hérna Sempol í einhverja þvælu, sko. Svo eru þið bara massíf, sko. Já, þú veist, unnu Ármann tvisvar með bara 8 stigum eða eitthvað og Voru í mjög mjög klósleik í Þorlákshöfn og þú veist, ég bara meina bara framistöður, skilurðu. Ég er ekki að segja að Grindavík séu bara eitthvað að skýta í sig núna af áhyggjum, en ég er bara að segja að stólarnir eru búin að vera jarðalið, skilurðu. Maður er farin að heyra hvísla eitthvað Grindavík séu líka að pæla ykkur breytingum. Það þarf alltaf lítið til að menn hvísli þar breytingar. Þá eru þið ekki bara að bæta vissi þá? Nei, skipta út, þið geta ekki bætt henni vissi. Ekki að erlenduleikmönnum. Já, svo það. Ég heyrði að þeir séu að pæla í að skipta út Amerikana. Það er það sem ég hef heyrt. Er ekki Vinny Shahid en þá að lýsa það? Ég hef ekki hugmynd. Steinar og Vinny eru alltaf í bandi eftir að þeir urðu vinir þarna í playoffs. En ég veit ekki alveg. Kannski heyrir í honum. Senda honum á Instagram. Hérna, ég var að fara í hot take frá áhorfendum og áheyrendum eða viljið þið ræða eitthvað meira? Hvað finnst ykkur Keflavík? Ég meina, Keflavík er rosa mikið bara bleh. mér finnst Keflavík sko... Bara fínir. Já. Þeir eru akkurat á milli þess að vera í toppbaráttunni versus að vera bara í neðri baráttunni. Eru þeir ekki pretenders? Þeir eru pretenders. Eða ekki? Er ekki bara, tökum við ekki bara Stjörnun og Val fram yfir Keflavík, eða? Jú, allan daginn. Já, þannig að þeir eru svona 5. sætislið. Keflavík þurfa fyrstulega Lett og leiðilegt teik, sko. Það skipta Kana, sko. Þurfa þeir eitthvað að skipta Kana? Á hverju þurfa þeir að skipta Kana? Hann er ekki nógu góður til að vera gæinn í svona toppliði. Þarf hann eitthvað að vera gæinn, eða? Get ekki bara Hilma Péturs... Það þarf einhver að vera það þá, skilur. Get ekki bara Hilma Péturs, Kanin og Egor verið bara þrír bara geðveitt góðir í körfubolta, þrír saman? Egor er geðveitt góður í körfubolta. Mér finnst það geggjaður. En hann samt ekki með þetta eitthvað svona alpha presence. Hafa liðin sem að vinna, hérna, ég var að raukraða við Mumma Jones í voicemailum þetta. Vel og lengi. Hafa lið sem hafa verið að vinna titla hérna síðustu ár verið með þennan ofurkana sem að Benedikt Guðmundsson og félagar í körfuboltakvöld kalla eftir að Keflavík séu með. Nei, þau eru með ofurleikmann. Þau eru með einn bara sem er langbestur, skilur. Af hverju? Hilmar Henningsson var langbestur í Stjörnunni. Nei, Ægir var MVP. Já, en það er bara rámt, skilur. Þeir voru samt ekkert bara með einn gaur sem var bestur. Þeir vantaði körfu, þetta er bara þannig, bara alltaf, í öllum íþróttum öllum deildum í körfu. Það er með einn gaur sem getur bara sótt fyrir körfu þar átti að halda. Getur Hilmar Pétursson ekki sótt körfur? Ekki verið að sína það. Getur Möllerinn ekki sett? Stabílt vera að gera það. Hver er hérna, ef þú bara horfir bara á Tindastórsliðið sem að hérna varð meistari til dæmis. Já. Hver sótti körfur? John Wools. Sigtryggur Arnar var bara ekki líka að sækja körfur og Taivo Badmus var ekki að sækja körfur og... Hann var ekki þá í... Ok, hann var að sótti körfur með Val þegar þeir eru meistarar. Já. Hann var víst í liðinans Pavel sem var Íslandsmeistari. Var hann þá? Hann var Íslandsmeistari fyrir Pavel. En það var Kísson Woodson. Mér finnst, þú veist, nei. Er ekki að meina gæinn sem þú, sko, það þarf ekki að búa eitthvað til fyrir því, sko? Jú. Þú veist, þú bara getur látið hann hafa boltan og hann fyrir einn og einn. Það helst ekki skrín, sko. Er ekki að meina það, sko? Það er 2 mínútur eftir jafn leikur, þú veist, og öll kerrunni er farið undir gluggan og bara hvað ætlar að gera, skilur? Já, það er alveg rétt. Einn gaur sem getur bara... Er það ekki Hilmar Pétursson? Já, það á það að vera hann. Getur Hilmar Pétursson ekki verið það sem Hilmar Hennings var? Hann getur alveg. Já. Hann er ekki búinn að sýna það hinga til. En viltu þá taka einhvern Kana
sem að bara svona tekur öll skotin sem að Egor og Hilmar Péturs eru að taka í dag. Veistu hvað ég meina? Keyshawn Woods ekki þannig að hann tekur öll skotin eitthvað yfir fyrir með alla með einspili eða eitthvað slúðis. Ég ekkert viss að Keyshawn Woods sé eitthvað frekar að fara að taka öll skot frekar en Kári Jónsson í var, sko. En ég segja, skilur, að þú getur alltaf gefið á hann í lokin og hann getur komist á línuna eða sótt körfu fyrir þig. Og er það bara alveg bara 100% að þessi gaur getur ekki sótt ljótar körfur í lokleikja? Getur hann bara ekki heilla mig, skilur, með það. Nei, reyndar ekki mig heldur. Vil ekki allir Keflvíkingar einhvern veginn reikana. Maður sama hvernig maður talaði við Keflavík, Keflvíkingar þá vilja bara fá Remi Martin aftur. Þeir vilja bara fá eitthvað svona Keflvíkinga kana með sko 8 gaura á himinháum launum í kringum hann samt sem að standa út í horni og horfa. Þeir vilja Michael Crayon, Remi Martin, hvað er það sem fótt til Belgíu í fjarkinn, Friki? Dean Williams. Nei. Steven Adams. Nei, Stevens. Amin Stevens. Amin Stevens. Alveg rétt. Steven Adams. Hann er einhverstaðar Ég og Dean Williams verður flott líka, en það er bara öðruvísi típa. En Amin Stevens var svindlkallinn. En erum við þá ekki bara að tala um að þessi gaur sé ekki nógu góður frekar heldur en hann sé ekki, þú veist, öðruvísi, skilurðu? Jú. Veitu hvað ég meina? Hann er bara ekki nógu gott skot og eitthvað svona, veit ekki. Hann bara heilla mikið nógu mikið. Nei. En þetta er leiðilt take. Ég ætlaði ekki að ræða þetta. Ég bara talaði mig sjálfan út í þetta. Mér finnst bara Keflavík vera með geggja lið og þeir þurfa bara að rífa sig í gangi. Ég horfði þennan Njarðvíkurleik mjög mikið og á móti Njarðvík, ég var að horfa þennan Njarðvíkurleik og ég var bara svona fullt af dýrum erlendum leikmönnum einhvern veginn í báðum liðum og eitthvað svona og svo voru Snjólfur og Brynjar Kári að berjast í Njarðvík og þeir voru bara svipa góðir og allir þessir útlendingar sem að fá 0 og hærri laun. Þessi nummer 77 í Keflavík, ég hef ekki séð hann áður, er hann ekki nýr eða? Það er ekki ástarlegin. Möllerinn. Það tala um ljóttakauðin sem setti alla þristana eða? Nei, ekki hann. Þetta er gott útvarp hérna. Það er nummer 77, mótið í Njarðvík. Er það ekki Igor Maric? Nei, Mirza Bulic. Já, Mirza Bulic. Er hann nýr? Hvað er þetta? Já. Og hvernig var hann ekki, sko, í fyrstu shoot-around æfingunni sem var mætt inn í hús og inn í sláturhús? Eða það sjá hann hvernig allt í lagi, og hann tók fyrsta skotið sitt. Hvernig var hann ekki vísa á dyr samstundis? Þetta er svona gaur Það sé hvernig maður skýtur eða? Já. Þetta er ekki boðlegt. Nei. Þetta er ekki boðlegt. Ég veit að þið finnst það ekki. Hann skapaði samt usla þarna þegar hann og Snjólfur lentu saman í lok fyrri hálfleiks. Já, ég geti borgað alls konar gaurum. Mesti hitin í El Clasico voru þegar Mirza Bulic og Snjólfur ætluðu aðeins að pönkast í fyrri hálfleik. Já. Ég vilja meiri hita en Það sem Já, áður var. er þetta ekki alltaf að vera yfir 4,5 tæknivillir í svona leikjum eða? það var alveg smá hiti í þessum leik, en þetta var samt svona einhvern veginn, ég meina staðan var bara eitthvað 8-8 og verið komað hálfleikur, sko. Já, ég veit, það var rosalegt. Það var ekki falleg Það var miklu meiri hiti í Þór Þorlákshöfn Grindavík heldur en El Clasico. Já, Þú veist, já. það er ekki boðlegt heldur. Það er ekki boðlegt. Það er líka svona ákveðin El Clasico. Já, eitthvað svona suðurstranda. Já, hvað kallar Davíð Eldur? Baráttanum Suðurstrandaravegin. Það er alltaf leikir hjá þeim, hjá þessu liðum. Já, Og verið síðustu ár. Þórláksson eru bara orðnir fínir og ég ætla bara að standa við það að Þór Þórláksson kemst í playoffs. Það var bara mín seasonspá fyrir tímabilið og Þór munu komast á kostnað eflaust, Njarðvík og ÍR, eða KR. Þú setti líka á það hjá Epic eða ekki? Jú. Pre-season. Og Skaginn, ég setti season bet falla og Skaginn er að fara að falla bara því miður. Já. Þeir eru bara, Mjög líklegt í dag. ég heyrði eitt gott orð um daginn einn mann sem ég þekki. Andstæðan við, þannig sem sagt, þeir eru eigin ógæfusmiðir. Það er Akranes. Já, þeir prjónuðu svolítið yfir sig þarna. Það var að ganga vel, Já. allt í lagi og þá sprengtur svona aðeins upp. Bættu Þeir eru bara að búa til bara eigin ógæfus. Já, alveg rétt. Þeir ætlaðu að vera Íslandsmeistarar eftir að hafa unnið 2 leiki. Alltaf þvílíkt panik móti yfir engu, sko. Það er ekkert panik í gangi og þeir bara eru rekum þennan og fáum þennan og verum síðan með ómarga útlendinga. Og ekkert, þú veist, enginn sem er að biðja um það neitt, sko. Nei. Ekkert sem kallar á það. Nei, mitt. Heyrðu, hendum okkur í bara næsta dálk og ég bað aðdáendur Run Gun að senda okkur staðhæfingar, heitar tökur. Og ég ætla að lesa það upp fyrir ykkur. Okay. Og þetta er allt nafnlaust, ég veit hver sendi hvað, þannig að ef einhver er ósáttur með eitthvað out there sem ég vonandi að gerist, þá má viðkomandi senda mér, spyrja hver sendi þetta og þá ætla ég að láta hann Það vita. er alltaf nafngreina. Ef bara við, ef þú sendir bara eitthvað svona, hver var eiginlega að segja, ég var algjör aumingi. Þá ætla ég bara að segja, herri, það var ekki ég, Já, fair. það var pabbi minn. Það var fair. Ok, Já. ég ætla samt að vera með fyrsta, frá sjálfu mér. Varðandi fyrstu deildina. Sko, eftir að, Danni skaut á Benna fyrir gott umtal og eitthvað svona. Sko, fyrsta deildin
hún þolir ekki gott umtal, run and gun. Og þetta er ekki hot take, þetta er bara fakt. Ég hrósaði þarna Haukum og setti það á efst í Power Rankings, þeir töpuðu 4 í röð. Já. Eftir það sagði ég, Höttur væri komin með þetta. Höttur eru bara búin að fá allir tilbaka. Herru, þeir lenda 36-60 undir á heimavelli á móti Sindra. Já. Fyrsta deildin, hún þolir ekki gott umtal. Sindri byrjaði. Spáði Sindra svaka góðu gengi í byrjun og þeir náttúrulega byrjuðu bara eins og einhverju aumingjar. Já. Þeir voru að vinna leiki en þeir voru ekki að vinna á sannfærandi sem maður hér. Það er greinlegt að fyrsta deildin, hún hlustar. Já, hún hlustar. Þeir láta þetta stíga sér til höfus, eins og maður segir. Eru þið sammála þessari staðhæfingu frá mér? Þetta er rétt. Já, ég var svona ekkert búinn að leiða hugan mikið að þessu. En ég verð að taka undir þetta bara, fyrst þú segir þetta, sko. En hey, má ég svo skjóta inn í. Sáuð þið hana Game Day pósterinn á samfélagsmiðlum Sindra fyrir leik hana Sindra og Hattar? Er þetta ekki meina eftirleik? Já, það var held í fyrirleik, það stóð eitthvað leikdagur eitthvað. Þeir voru að pungan. Eitthvað svona AI-generated mynd af einhverju gæja að tróða gjörsamlega yfir einhvern og eldur í stúkunni og fyrir eftirleik? Þetta var eftirleik. Þetta var bara eftirleik, sko. Það er eiginlega betra, sko. Já. Það er flengt þá og einhver hafi bara prjónað yfir sig í ChatGPT bara Það er náttúrulega saga þarna, sko. Create a Destruction Game Day poster. Það var alltaf Egilsstaðir, Já, var það? Frikki gerði Já, var það? sko, Höttur og Egilsstaðir líta mjög mikið niður á Sindra sem körfuboltalið. Já, Og bara já, Höfn. já. Þú veist, þeir, Maður finnur þetta Svo móti líta Hortfjörðingar niður á Héraðsbúa. já, þeir gerir það, en þú veist, þeir eru búin að rembast við að fara upp í úrvalsdeild í mörg ára meðan þeir eru bara reglulega að fara upp, sko. En þetta var póster. Ég peppa allt svona. Þetta var alvöru eitthvað svona shit housery. Hún ætla að póster geitin, sko. Já, það gleymir, sko. Og svo hefur líka bara verið mikil svona, ég meina Gísli Hals hefur að vera að fara á milliliða og bróðir hans þar á undan. Já. Og bara fleiri, voru ekki einhver út, var ekki Navarro eitthvað líka á Höfn? Nei. Jú, Navarro tók eitt tímabil Höfn. Já. Það er alltaf einhvern veginn svona verið að krækja í leikmenn þarna á milliliðana. Stuttumillið þarna. Stutt á milli. Já, þannig séð. Þetta er eitt af þessum rivalries í fyrstdeild sem að er alltaf lítið talað um. Já, svona byggja meira. Selfoss Hamar er annað. Já. Já. Já, það er sjaldan menn að fara þar á milli. Ía Skallagrímur, VAR. Menn átt að fara þar á milli. Já, þú veist, ég er sem bara að tala um bara leikirnir eru, þú veist. Já, þeir eru alltaf miklu vinir eitthvað. Þú veist, þegar Tinda er stundum í að hafa verið fyrstdeild, þú Ég veist, skalla hefur Tinda, Þór og Akureyri. Rivalry. Ég er að tala um að þetta séu rivalries. En samt, þú veist, það mætti gera svona hærra undir höfðu einhvern veginn, sko. Þyrfti fleiri einhverjum svona destruction postera á svona. Hvað er uppáhalds rivalryið ykkar á Íslandi? Er það Keflavík Njarðvík? Þar sem að bara, þú veist, allir eru svo bara eitthvað að lifta saman eftir leika. Ég er á móti heiminum. Í á móti heiminum. Það er mjög gott komment. Já. Í Stjarnan er alveg gott rivalry, sko. Í dag er það eiginlega mitt uppáhalds. Ég get tekið undir það. Já. Síðustu ár hefur verið ég Stjarnan. Mest í hitinn. Já. Smetta menn í stúkunni og eitthvað. Já. Svo líka annar rivalry. Kane og 15 ára stelpur, það er mjög gott rivalry. Já, það er mjög gott rivalry. Já. Maður svona Álftanes Tindastóll myndast svolítið í fyrra. Nei. Kannski ekki. Álftanes er alltaf svona mikið góða manneskjur eitthvað. Já. En er eitthvað, Þú farið. Eitthvað svona heitt hatur. er eitthvað svona meira sem að bara svona, þið eru bara svona að hugsa um bara playoffs, hverjir fá hvern og svo bara, yes, það verður geggjað. Má Það er segja. ég Stjarnan er mér, sko. Já. Já, það er í Stjarnan. Tindastóll Valur. Já, sko ég ætla að segja það. Já, en Já, þá bara í kannski. finals. Já. Já. Við fengum alveg mörg aðna ár af Tindastól Val í finals. Já. Allt góða seríur, skilur. Það grættist með hljóta að hata þessa bongotrómi. Já, Já. miða hittamál og eitthvað. Já. Já. Lækkaði hátölurum. Vá, er ekki bara allir aumingjar ef við finnum ekki neitt annað? Jú, Er það ekki bara allir niðurstaðan? Þetta er bara eitthvað, deildin þarf að taka þetta til sín, sko. Keflavík Njarðvík hefur svona dáið síðustu ár einhvern veginn, Del Clasico. Það er langt síðan að var Það er eitthvað ekki bara sameina. sem ég segja það. Eða sko, liðin hafa bara ekki alveg verið, Það er sko, ekki það sem ég tek þátt í. það er búið að vera bara einhvern veginn svona kannski bras á öðru liðinu alltaf þegar þeir eru að mætast. Já. Veitir hvað ég meina? Já, bara fjöldi útlíka í öllum liðum að ræðurinn eru erfið að myndast. Það er bara 9 gæra hverju ári og það er ekki sama íslenski kjarni. Já, ég tek alveg undir með það, sko. Þú veist, þetta var í gamla daga. Þú veist, þá varstu bara með einhverjum félögum í flokk í 7., 8., 9. og 10. drengja og svo fórstu bara upp í meistarlokk. Menn voru ekkert eitthvað að fara og skipta á milli, sko. Það var bara, Ekki eins mikið. bara sömu boysarnir eitthvað. Já, en þannig að, Það eru meiri aðtöfumdeild í dag, þetta er ekki meiri svona félags... en Jaka Brodningur núna Keflvíkingur og Milkan Njarðvíkingur. Já, En þú veist, bottom line er að öllum er drull, sko. ég segi það.
Það er komið með fleiri hot takes. Já, ég er með sko 40 hot take og þið eru að fara í jólaboð. Já. Shit. Já, ég er ekki eins og komið með neitt hot take, þetta var bara minn punktur. Við þurfum sko ekki að ræða allir þessi hot take, þið þurfum bara að segja sammála eða ósammála og svo bara grenjum við úr hlátri. Já. Grindavík vinnur ekkert með Jóhann Ólafsson sem þjálfara. Nei, enga til. Sammála eða ósammála? Sammála. Sammála. Eru þeir átt í bikarnum eða? Nei. Já, ég held ég taki bikarinn í ár. Þið taka bikarinn í ár. Já, þannig að ég er Ok. Taka þér titilinn? Nei. Ætla bara þetta, ég er ósammála. Herru, svo fekk ég hérna sent annað. Álftanes verða verri með Pavel sem þjálfari en Hjalta Vilhelms. Þannig að þarna erum við að fakta það að Pavel sé þjálfari Álftanes. Ég fekk þetta sent frá Sauðarkrók. Ósammála. Þeir verða betri? Já, eða ekki? Ég er sammála þessu. Þú ert sammála þessu? Já. Þeir verða betri. Þið sauðkraklingar, þið eruð ekki á vagninum. Jú. Pavel er náttúrulega, hann er með húdpass á króknum, sko. Skilaði titli. Þetta er bara aðeins öðruvísi Ella, finnst mér, sko. Þegar hann tekur við... Lella? Já, þetta er öðruvísi Lella. Þegar hann tekur við stólum, þá, þá vorum við með hann að Serban, þjálfaran, með óslega gott lið og með það í horkustandi. Hann var bara aðeins svo mikill geðsjúklingur, svo fólk meikaði þetta í sveitinni. Þannig að Pavel tekur við mjög góðu búi þarna. Núna er hann að taka við einhverju... í einhverju þroti og þeir veit ekki alveg hvað þeir eru og þú veist. Málið er bara, fyrir mér er að þeir verða ekkert mikið verri en þeir eru með mannskap. Þeir geta eiginlega bara orðið betri. Já. Hvað segir þú? Ég er ósammála. Ósammála? Þeir verða betri. Þeir verða betri? Já. Ég held að þeir verða ekki mikið Geta þeir orðið meistarar eins og Tindastóll? Nei. Nei. Ok. Herru, má ég sjá. Í að vinna ekki fleiri leiki með Walker sem kana. Já, sammála. Sammála. Ég er ósammála. Þeir geta alltaf, þú veist, tekið upp að vinna eitthvað Þór Þorlákshöfn aftur eða KR eða IR eða eitthvað. Ok. Það búið svo svakalega vont nýlega hjá þeim eitthvað. Já. Ég heldur þeir hljóta að taka inn nýjan kana. Þannig að við munum aldrei komast að þessu. Þykki mikið æði var bara 100% betri, sko. Já. Svo fekk ég eitt hérna sent úr Breiðholti, ekki frá Bóbó. IR falla eftir losa sig ekki við Mango Mauk. Hann er farinn. Hann er farinn. Hann er farinn. Ok, þannig að þessi getur þú andalið þar. N1 á Jugo Airport listanum farinn. Djúvillega gott með þess. Herri, það er eitt sem að þú ert búinn að svara. Steinar Arons er að verða sköllóttur og er þess vegna alltaf með derhúfu. Flagga þessu framan í lesendur. Nei, Steinar, hann á alveg 11 góða ára eftir. Ég er bara með jafnhátt Kollvik sem er í framhaldsskóla, sko. Já. Það hækkar ekki. Þú getur haters geta kveikt á vídeóinu á Spotify. Já. Séð þetta. Mikael Máni er topp 7 íslenskur þjálfari í dag. Er þetta bara frekka býst eða? Nei. Ég er sammála. Það er allavega Þú er búin að vera flottir í fyrstu deild. Já. Það er allavega ekki Hrafn sem er að þjálfa þetta lið. Ekki. Er ekki haldalið? Er Mikael með þetta? Ég myndi halda það. Er Hrafn svona meiri í að stíga út og berjast og Mikki er að dýstina? Já. Já. Topp 7. Mikki er geggjar. Jú, hann er flottur auðvitað, sko. Já. Ég bara þekki hann ekkert. Hendum hann bara topp 7. Ok, maður kom eitt gali hérna. Ef þú myndir bara setja Mikka til dæmis í, þú veist, hann er náttúrulega þekkir þetta umhverfi og þekkir þessa stráka og svona, þú veist, er bliki og... Ég ætla bara að vera ósammála. Ef þú myndir setja hann, ef þú myndir taka Mikka núna og setja hann í Grindavík, þú veist, myndi hann, hvað myndi gerast? Já, sæll, Deandre, hérna... Nei, ég bara akka það... Farðu nú að berjast að stíga út. Það er samt eitthvað... Shut your face, Þetta er akkurat little white boy. Í síðasta leik þá bara tók Deandre Kane frekjukast, labbaði inn í klefa til þess að vera aðeins í fílu þar og aðstoðarþjálfari liðsins labbaði eftir honum og veist, það er ekki eins og það sé eitthvað, það er ekki eins og hann gerir ekki bara nákvæmlega það sem hann vill already, sko. Nei, þetta er akkurat punkturinn minn, sko. Já, þetta er punkturinn. Já, bara að þú myndir taka hann og setja hann í einhver svona, þú veist, hot þetta karakter, þú veist, stóri karakterar. Ég var til að sjá Baldur Ragnars að þjálfa Deandre Kane. Já. Ég var til í að sjá... Hérna. Já. Mæta fyrir harðfessar. Mikael Máni verður allavega mjög góður þjálfari, örugglega. Já, hann er frábær þjálfari. Heyrðu, næsta. Deandre Kane átti rétt á því að segja 15 ára úling í stúkunni að shut the fuck up. Já. Það er ekki það. Lott fyrir deildina.
Var þetta 15 ára unglingurinn sem að Það er alltaf the first amendment í Bandaríkjunum er freedom of speech, þannig að þetta hefur að rétta því. Já. Ég meina, ef það er verið að hreyta ykkur í þig allan leikinn eins og þú gerir við Vinni Shahid á sinni tíma. Já, hann má alveg svara fyrir sig. Mega menn ekki bara svara fyrir sig? Jú. Svo lengi sem hann er ekki að segja við 15 ára stelpu meet me outside og lemur hana, skilur við? Nei, ég veist hann að gera það. Það væri svona rétt yfir línuna ef það myndi gerast. Já. Ég er alltaf rosalega hlindur svona samskiptum stúkunar og leikmanna. Já, bara Ég er sammála því. Bara skemmtilegt. Hiti, við elskum hita. Já. Hann sagði bara, haltu kjafti. Ég meina, sko, þegar Basel var Ég hef ekkert á móti þessu. Þegar Basel var í Grindavík og þeir sláttur okkur stólum í í play-offs, 3-0 eða eitthvað. Já. Það voru alltaf bara eftir hverju einstu körfu, þú veist að labbaði hann bara upp á okkur og ávarpaði okkur með nafni bara og leta okkur heyra það, sko. Er þetta ekki I respect it. með nafni? Hvað sagði hann bara, hey, Halli Karfa? Nei, það var ekkert eitthvað svona, hann eitthvað lítið upp í stúku og eitthvað, þú veist, það bara labbaði, þú veist, og bara komin meter frá einhverjum hlífari og eitthvað og bara urðaði yfir okkur með nafni, sko. Og maður svona verður að bera virðingu fyrir því, sko. En ég meina, er þetta ekki líka bara það sem allir eru að væla yfir þar á meðal við, þú veist, að vera að taka, þú veist, úr NBA, menn megi ekki flexa og eitthvað svona, þú veist, viljum við ekki hafa þetta svona? Jú. Sérlega, þú mátt ekki segja neitt við dómarann í dag. Breyti því ekki að geta sagt eitthvað emotional. Já, algjörlega, en ég meina þess vegna eru bara, þú veist, það er levels the other way around, skilur við. Það eru levels þá geta Grindvíkingar ekki vælt yfir því að geta hooligans séu svo vondir við DeAndre Kane að hreyta einhverju í hann. Nei. Og þar á leiðandi neyðist hann til þess að sparki ruslatunum og stóla. Bara. Ég er gaman að þessu. Já, ég er mjög gaman að þessu. Mér varst mjög gaman þegar að Grindvíkingar mætti Haugum tvisvar rétt á hann ég var rekinn og nei, þetta var árið áður, ég var ekki rekinn. En sem þjálfari myndi ég þetta fyrir töðunar hans. Nei, já, að leikmaðurinn gerir þetta. Já, til lengri tíma. Það var í hverjum einasta leik. Myndur þú gera svona? Setja gagnið og segja fókus? En ég vil bara ekki enn og aftur, vinnur. Já, ég hafði gaman að þegar að stúkan söng eða öskraði að þú verður rekinn á morgun við mig. Já. Ég er bara svona, ég veit að maður, ég hef alveg áhyggjur af þessu. En þú veist, haldið þessu áfram. Næsta. Ef Daniel Guðni kemur rándir úr Keflavíkurliði ekki í undanúrslit að lágmarki, er það enn eitt failure projektið hans á Suðurnesjum. Sammála. Já, þetta er langt, þessi, já. Sammála. Ég er svo skoða hvern... Fékk þetta frá Keflavík. Endar ekki í 5. sæti? Enn eitt failure. Greinilega eitt sem er ekki hrifinn. Keflavík endar pottið í 5. sæti, gefum okkur það. Já. Hvaða lið ættu þeir að vinna í 8 liðum? Stjörnun eða Val? Ég sé það ekki gerast. Nei, Keflavík verður að ná bara 4. sæti. 3. sæti. Þriðja. Þeir vinna ekkert af topp 4 í seríu, sko. Mitt, sko. Þannig að þetta getur verið bra, sko. Ég sé það getur unnið Grindavík í seríu. Er það? Ég spáði því. Moxell Masterclass. Ha? Daryl Moxell Masterclass. Já, eitthvað þannig. Þeir verða allan að ná topp 4. Við verðum með heimaldarétt. Já. Jaka Brodnik Masterclass. Þetta er rétt, við verðum að ná 3. sæti, sko. Því annars verður að mæta Val eða Stjörnunni eða Stólum í fyrstu umferð, sko. Það getur verið bara ras. Næsta, Kanasæn ármenninga eru þau verstu í sögu efstu deildar. Já. Þetta... Ég styð þetta. Sögu íslensku körfubolta bara. Já. Ég man ekki einu svona 1 tímabil aftur í tíma, sko. Það er pottitt eitthvað verri sem maður er að grafa upp, sko. Sko, ég held að það sé verið að tala, sko, það sem að ég get tekið undir. Ég er ekki að tala að, hvað heit hann, G-Barry Walker. Nei, hann er ekkert versti Kana sem spila Ég er ekkert versti, ég er bara að tala að þeir sæna Kana. Hann er lélegur, eða svona ekki nógu góður. Maður er ekki alveg sammála því, að bara svona... Og sæna svo annan sem er verri. Já. Þú takkar ekki Justin James. Þú takkar ekki allir, bara Justin James eða Remy Martin og engan annan. Justin James kostar alltaf $13, sko. Er ekki hægt að segja 11. Hann er á lausu. Er ekki old money hann í Laugardalnum? Mér finnst stundum þegar við erum svona að tala þetta er svona, ég ætla að segja 1 sögu, eða 2 sögur. Þetta er svona eins og þegar Taivo Badmus losnaði og maður verður eitthvað svona, þjálfa Hauka og eitthvað svona vinur minna þjálfa í og maður bara svona, Badmus að losna og maður er eitthvað, það er ekki eitthvað. Svo heyrði maður umbóðsmanninn og hann svaraði ekki og maður sendi aftur, svaraði ekki aftur og maður bara svona, hey. Hann bara svona, coach, eins og þú veist, þá er áhugi á honum, sko. Og það eru miklu betri en þú, liðin þú
og ríkari lið en Ég þú. veit að það er búið að heyra Justin James, sko. Mér líður með svona þegar við erum alltaf bara eitthvað svona af hverju bara ekki taka höfn ekki bara Justin James þetta er svona eins og við værum bara eitthvað hérna að tala um eitthvað Victoria's Secret mót af hverju byrjar maður ekki bara með henni Ég er bara fakta við það, Af hverju hérna? það er búið að tala við Justin James. Það er búið að tala við hann er tilbúinn að koma fyrir $13,000. Hvaða lið var að tala? Hann var Altanes til dæmis held ég. Ætli ég að taka það ekki bara? Hann var á $20,000 með eitthvað í Venezuela eða eitthvað, hann meiddist og Já. losaði þaðan og nú er hann falur fyrir $13,000 eftir meiðsli Já, til Íslands. Er ekkert að finna $13,000 í Laugardalnum? Efast það reyndar. Það er old money í Það er Laugardalnum. bara ekkert mörg lið sem að geta pungað því út. Bara einbýlishús í Laugardalnum, sko. Það er svo sem bara, hvað, 3 mánuðir eftir eða eitthvað? Hvernig ætli Dibachi Walker sé sem svona liðlegur? Bróður hans er NBA. Á nú það, Það er engan þjálfari að sömurinn með honum. ég veit það ekki. En ég bara andlega veikur. Er Ilja Umsren bara að þjálfa hann á meðan hinn fær NBA-þjálfari? herru, næsta Já, getur verið sko. Þetta er þetta gott hot take Halli Karfa er í raun og veru með hár Já, ég verði eiginlega að taka undir þetta. Þau eru bara ekki á höfðin á honum. Já, hann djóks. Ef við pælum í því, sko. Erum við ekki allir sammála þessu? Hljótum að taka undir þetta. Sammála. Já, Þú veist, ef við virkilega leggjum hugana. Það er einn aðili sem að skrifaði bara 2 hár-komment til mín Þú erir sköllóttur og hann ekki já. Leggjum undir þetta. Var það fuglinn fljúgandi eða? Næ, sömu grúpu Heyrðu, svo kemur eitt hérna IR eru góður í 5 frá því að vera topp 4 liði í deildinni Nei. Nei. Sammála. Þeim við fengum Sigga Þorsteins og það væri 4+1. Eða, veist, ef það er fá, ég meina, gætu, ef það er Ég segi góðan fjarka og góðan væng. Goiko og Sean Hopkins Af hverju Sean Hopkins? Hvað það? Ég var að grínast Ok. En já, bara Nei, ja, þetta er þurfa alveg... eitthvað sem getur skotið á glórulaust hittboltanum. Já Og svo, jú, alveg gott að hafa eitthvað góðan fjarka. Heyrðu, næsta er gott Tómas Orri á skili landsliðskall eftir spilamennsku sinna í vetur Já, sammála. Erum við ekki bara sammála þessu? Sammála. Ég meina hver annar ætti að vera í þessu? Í landsliðinu? Hvað? Það er heldur margir, sko. Yeah. Strákurinn í IR, erum við að tala um hana? Já Æ, við erum að fara varlega hér. Ég meina þú veist, En hann er- Pungur er hann verri en Ragnar Ágústsson? Ágústsson? Ragnar Ágúst var í síðasta landsliði, sko. Já, hann er verri. Hann er líka verri. Ég er ósammála Ok, við erum bara að tala ég meina, Þið með alveg er nógu hann veikir ekki að segja já við þessi þessu. hávaxni stressfjarki sem að, svona stressfjarki sem eru verið að Hættu, leita vinnur, hættu. Já, stoppa. Við Ég skulum meina- bara stoppa hér. Svo frábært backup fyrir Þú reyna að hafa það svo sirka Ég falið. sagði fyrir 2 árum síðan þegar Tómas Orri var í Hauka-akademíunni minni að þetta er svona næst í Oregon Þetta er Þú Oregon fannst upp á þessum strák. Hann er flottur samt, sko. 0.5. 0.5. Já, nema svona deilt með 5. En áfram gakk. Hann er alveg flottur, skilur það ekki? Ingo Veðurguð er langbesti trúbátur landsins Þetta er bara svona, Eftir Sigurði Orra. fylgdi þetta með. Sigurður Orri og svo Ingur Viðguð. Árni Hill, hann er bestur. Pavel er einungis tímaböndin laust fyrir Álftanes en ekki til frambúðar Já, ég veist að Pavel vildi taka lengri samning heldur en hálfsár, sko. okay. Hvað segir þú þetta sem sauðkræklingur? Frábært að fá hann inn út season en Suicide Mission, þú veist, árið þar á eftir Já, eða? sko, ef við láta söguna dæma þetta, þú veist, þá var hann frábær í að koma inn mitt tímabil og kannski ekkert endilega frábær til lengri tíma, sko. Þannig að ef við látum söguna dæma þetta, þá er þetta í sammála þessu teki. Er þetta ekki bara ógeðslega sniðið? Ræðum þetta bara, þetta var by the way Það er nafngreina hann. Þetta var næst seinasti punkturinn Já. Þannig að við ræðum þetta aðeins Já. Tölum bara eins og þessi búið að sæna og ef það er ekki búið þá bara fuck it, mér er alveg sama Er þetta ekki alveg ég meina, við elskum að gambla hérna ekki, þú Friðrik, þú mátt það ekki Þú veist, er þetta ekki gott gambl? Er þetta ekki skemmtilegt gambl? Jú, bara flott, sko. Það er svo sé allt syndandi í einhvern þjálfurum, sko, sem eru laus og tilbúin Ég er ekki búið að ákveða allt. Pavel tekur út tímabilið, svo verður þetta bara Project Leifstöðin. Það er aldrei þetta. Þetta er svo skemmtilegasta gamblið, sko. Já. Þú veist, svona, mest svona eitthvað svona, já, mega sæns og allt í lagi hefur verið Benningum, sko. Verður Hjalti áfram aðstöðuþjálfari, eða vitið þið það? Ég held ekki Nei. Hver er þá bara Pavel og hver með honum? Friki Rondó, ekki búið að reka hann bara í hann? Ívar Áskrims. Hún var á bekknum í síðasta leik Já, ok, eins gott, það er minn maður. Ívar, okkar maður. Það var Pavel eitthvað aðstöðþjálfari, var hann með aðstöðþjálfari á króknum? Voru ekki bara Helgi og Svavar bara eitthvað með honum þarna bara eitthvað þegar að þeim, þú veist, Jú, mæti ekki bara
Henry Birgir og Danny Rú og Gunnar Bjartur á bekkinn og klappa og gefa high five eða? Jú. Er ekki aðstoðarþjálfarar, Steinar? Nú hefur þú verið aðstoðarþjálfari. Nú hef ég verið aðstoðarþjálfari hjá þér, Frikki, í U16 og ég hef haft... Er þetta ekki ofmetnasta jobb á Íslandi í íþróttum eða? Jú. Vissum margir. Lið sem æfir einu sinni á dag. Nema við blikum. Þeir eru samþjálfarar. Upp á þessu marki. En það er alveg gott að við erum góða næstu þjálfara, sko. Þú bara aldrei prófa það. Vá. Sorry, Sævar. Þú veit auðvitað hlusta og horfa. Eða hraunar. Eða hrauna. Ekki að rauna. Ég glemdi hraunar þetta. Þú varst náttúrulega aðstoðarþjálfari hjá Ívari og hann fer í skíðaferðir eða eitthvað svona útlandaferðir svona 6 sinnum á ári. Þannig að það er gott að hafa einhvern sem getur tekið þessar vikur sem hann er í burtu. Það er mjög mikilvægt eða þú ert að þjálfa með Ívari að Ívar sem er góðan hérna. Það er bara gott að hafa eitthvað sem getur hnift í mann og mynd mann á okkur hluti. Maður gleymir sér í hittanum. Já, en heldur að Þú Pavel er alltaf mjög gott að því að hafa eitthvað sem getur hnift aðeins í þig. En býttu aðeins, stoppum aðeins. Við veitum hvernig Pavel er. Þetta er nice to have, ekki need to have. Já. Heldur þú að einhver sé að fara að vera aðstoðarþjálfari í Álftanes í þessa 3 mánuði sem er eftir á þessu sísoni, 4, ef þú fer eitthvað í play-offs, sé eitthvað að fara að hnippa í Pavel í hita leiksins og hei, koma með einhverja hugmyndir? Það þarf að vera eitthvað gæði sem getur það, eins og Ívar, skilur. Ég held að sumir þjálfarar séu bara þannig týpur eins og hann Já. og fleiri. Það þarf að vera eitthvað sem hann er tilbúin að Þú hlusta á. hlustar ekki, skilur. Það þarf að vera eitthvað sem hann er tilbúin að hlusta á. Já. Ég held að hann myndi alveg hlusta á eitthvað sem er bara þjálfið deildinni í 30 ár, sko. Ég veit ekki bara að gefa 5 og ná í startið og eitthvað. Leysa æfingu þegar þú ert heima með veikt barn og... Já, eitthvað svona skilur. Taka sunnudagsæfinguna. Já, og getur bara eitthvað eins og segi. Myndið þú vilja aðstoða hann? Pavel? Já. Nei, Af hverju? ég myndi ekki nenni að þjálfa þessa deild fyrir 5 ára í dag. En 5 milljónir? Já. Sign me the fuck up. Skal vera að bera ofan á bekknum hann. Hver var þetta punkturinn? Að Pavel sé tímabundin laust fyrir Álftanes. Já, hann er tímabundinlaust. Og svo fórum við bara að ræða þetta Já, svo fórum við bara skemmtilegt gaml. Ég meina, alveg. er þetta ekki bara... Þetta er ekki tímabundin. Mér finnst það alveg verið frambúðar ef hann er tilbúin í það. Ef hann er komin heilsu tilbaka. Ef að Álftanes eru að trenda í rétta átt bara út sísonið og tapi í 4. liða úrslitum hetjulega eða 8. liða úrslitum hetjulega, eru þið þá að fara að sæna hann og settu saman lið, ekki sækja Callaway og Badmus og Geggs? Já, af hverju ekki? Frekar en einhver annar. Já, ok. Já, þetta er samt alveg góð punktur. Hvað árangur þarf hann að ná? Hann hefur aldrei byrjað með lið og hann hefur bara einu sem gert það. Já, Og það fór til fucking helvítis. Já. Hvað Það er árangur basically rökin. þarf hann að ná til að hann veri búinn áframhaldandi samningur? Hvar myndið þið draga línuna? Tapa hetjulega í 8. liða úrslitum. Er það nóg eða? Já. Já, ég held að þeir séu orðnir það brotnir núna út á nesinu. Og líka mútið hvaða liðið er og eitthvað svona, en það verður alltaf eitthvað svona efri helmings liðið. Þeir tapa 3-0 fyrir Keflavík eða Val í 8. liða úrslitum, þá er það engin árangur, sko. Nei, þannig að hetjulega, við dröfum mörkinn þar. Það er Hetjulega bara annað að tapa í 8. leik, skilur. Já. Það er meiri virðing fyrir það. fattarðu. Skal alveg fallast á það, sko. Ef hann kemst í fjörlega úrslit, þá skal ég segja... En ef það er lappað yfir þig, Já. eins og þegar að... Keflavík mæti Tindastól. Eða þegar Já, Grindavík eins og Keflavík í fyrra til dæmis, já. Já. Og Tindastóll labbaði yfir þá. Það er bara, þú veist, að lenda í 7. og 8. sæti er engin árangur, fattar mig. Nei, Þannig að ef þú getur heldur ekkert í playoff-seríunni, máttu skammast þín. smá þannig. Á svona vonbreiðatíðanbíl. Heyrðu, og síðasta er eiginlega bara til þín. Já, fuck. Og þetta er úr grúppunni okkar einnig, þar sem eru margir svona körfuboltaþengjandi menn. Og það eru 2 sem sendið þetta á mig. Já. Tindastóll eru langbestir og það er skandall eftir vinna ekki báða titlana. Daniel Rú sendi þetta. Nei. Hann er alltaf með Nei, stóla á heilanum. Hinir 2. Hann vaknar á mótnana og Ég segir er bara, sammála hvað ætli stólar séu að gera? En getið þið haldið áfram væntingastjórnin eins og þú og bróðin reyndu þér fyrir sumar? Ég er sammálaður. Ég er sammála þessu. Það betur hvað, eða skandall ef við vinnum ekki titilina? Báða til það. Nei. Ég meina, þið eru með Er þið ofurlið. eitthvað Það er allt- rugglaðir? Þið eru í Evrópukeppni. Það er alltaf því að vera skandall. Já, við erum í Evrópukefni. Þeir eru lang þéttasti liðið deildir í dag. Þau unnuð Gimli. Tókur reynda Gimli. Gimli úti er trikki. Þið eru með 2 landsliðsmenn, 5 erlenda atvinnumenn og ofan á það að Pétur og Júlíus voru bara til að fylla brúsa. Það er ekkert annað lið með 9 manns á payroll, sko. Þetta er alveg bara, þetta er ágætt lið sem við erum með, sko. En það er ekki skandall að við vinnum ekki titla, sko. En þú veist, það væri skandall ef við myndum dett út í 8. leik. Skandall. Þeir eru back and Það best væri Íslands í dag. skandall, það væri bara óvæntustu úrslit Evrópu. Sen er líka að leiðin okkar í höllina er búin að vera mjög torsótt. Það voru erfitt. Þeir eru back, nei. Þeir eru með Snæfell.
Þetta er bara mjög torsótt. Ef að telja upp liðin sem voru að spila mótið. Snæfell úti er trikk, Hamar heima, þetta er bara í hins leikir, sko. Og það þarf að vinna þessu leik. Bara að spila út í fyrstdeildarliðum, sko. Þið eru með landsliðsmann í 9. mann. Mjög hungruð lið sem við erum að mæta. Höttur, Snæfell og Hamar. En það er aldrei skandall að við séum ekki að fara að vinna tvöfalt. En það væri skandall ef við myndum detta út í áttaleguslu. Ef að Tindastóll endar þarna í kannski topp 2 og þú horfir svona á kannski 7. sætið og niður núna. Ég ætla að hafa svona KR og niður. 7. sætið og niður. KR og niður. Eitthvað lið sem þú myndir hræðast í seríu í áttaleguslu? Álftanes með Pavel í brúnni og þeir eru búin að fá einhverja trú, sko. Djöfull væri það geggjuð sería, Pavel að terrassa fólki fyrir norðan. Já, ándjóks. Það væri eitthvað svona sálfræði hernað sem gæti virkað. Já, Álftanes nær þarna 7. sætinu og Tindastóll endar í öðru. Já, ég vildi helst ekki fá Álftanes. Svo maður veit ekki, kannski sprengi Rúnar Ingi þetta upp hjá Njarðvík og nær að smíða eitthvað saman. Það er ekki nóg. Svo Stólarnir og Þór Þórðarson elda Grátsölur saman líka aðrir í seríu. Hverjir, Stólarnir og... Þórsarar. Já. Þessi frægi bösserinn. Stóri eru bara ekki nóg góðir, sko. Halldór Garðar slökkt í króknum. Já. Sælla minningar, maður. Man það. Já. Hérna... We're going to steal the ball! Svo gerðu þeir það. Hendum okkur þá bara í verðlaunaafhendingar, er það ekki? Viljið þið eitthvað ræða hot takes? Eru þið með einhver hot take? Ég er með hot take. Grindavík endar ekki með heimallarétt. Lók tímabils. Hvað heldur þið séu að fara að tapa þá 5 af 8 leikjum eftir áramót? Af 8? Nei, hvað er margir leikir? 5 af 11, fyrir ekki. Ég er mjög lélegur þar frá. Já. 5 af 8? Minnst það bara ekkert ólulegt. 4-5 leikjum, getur tapað. Það segir að þeir tapa fyrir Þeir Stólum. tapa bara á móti öllum góðu liðanum eftir áramót. Tapa fyrir Stólum, Val, Stjörnunni. Hausinn er farin. Keflavík, það gæti alveg verið. Keflavík. En þú veist, þá þurfum við líka að finna einhvern eitt leik í Þeir alltaf tapa alltaf fyrstu 2 eftir jólafrí af því að Kane kemur aldrei strax. Til dæmis. En þeir hafa reyndar unnið á Kane. Þá þarf Stjarnan samt að vinna alla leikina eftir áramót. Nei. Stjarnan og Innbyrðis. Ég held að þetta sé aðeins of djúpt hjá þér. Mér finnst það ekki. Ok. Takk fyrir þetta. Við hefum þurft þetta í byrjun. Já, þegar við ætlum að tala umferðina og tölum eitt leik og fórum síðan í eitthvað allt annað. Þetta er það sem við þurftum. Nú ætlum við að fara í verðlaunaafhendingar. Við komnir í gjafastuð, ætlum að veita verðlaun. Það byrjaði að gefa ykkur spil sem heitir Heitasæti. Takk ástu mín. Vá. Gleðilega. Takk. Takk fyrir. Takk sem leiðis. Það verður tekið að fórna. Podcasti sem heldur áfram að gefa. Ég ætla að gefa ykkur annað. Þetta er skemmtilegt. Ég tók þetta hérna... Þetta stellingaspili frá Blöðs. Í skötunni. Þetta er fótbolta brain freeze. Wow. Já, veistla. Ástar þakkir. Þú rýfur þetta upp í skötunni á morgun. Já. Nei, er Þólasmess á morgun? Nei. Það er hinn. Já, það er bara 21. Liði í röndóttum búningum. KR. Newcastle! Já, spila þetta núna. Nei. Herri, byrjum við á fyrstu deildinni. Já, svona, fyrsta deildinni er svolítið svona deild sem að ég er með hot take. Ég gleymdi þessu hot take-i. Hvað með það? Það var frá þér. Nei, það var eftir að ég talaði við þig. Það er í raun öllum drullu saman fyrst deild. Nema 7 manns. Friðrik er einn af þeim. Fyrst deildin er svona skemmtilegasta deildin, sko. Ég er sammála, en í raun og veru er öllum sama. Já, svona almenna borgara er svona. Þú veist, ef þú ert ekki í henni, þá er þið sama. Já. Fattar mig? Já. Þú svona fylgist með því að Haukar eru þarna og þekkir einhverja, skilurðu, og... Þó Haukar sé ekki að fylgist alltaf með henni, sko. Já, það er af því að þú ert bettar. En ég hef oft verið dýpri í henni, svo sem. Já. Það er ekki svona úrslit sem þú serð og maður segir, ég trúi þess ekki og þetta hefur svona áhrif á daginn. Það er, þú veist, mér finnst það að vera svolítið horfið, sko. Veit þið hvað mér finnst vera horfið? Það sem að mér finnst vera horfið með fyrstu deild er að fólk er eitthvað svona að fylgjast með hvað erlendir og íslenski leikmenn eru að gera í fyrstu deild. Og það er eitthvað svona, þú veist, gæti hann gert þetta í úrvalsdeild. Það er orðið svolítið síðan að einhver bara Evrópumaður var tekin úr fyrstu deild. Það er aldrei verið vinsæll heldur, sko. Larry Thomas tekin úr blikum í... Það kom svona tímabil þegar Larry Thomas og Everett komu upp. Þeir kveiktu í því að menn fóru að pæla í þessu. Þá fóru menn að pæla í þessu, skilurðu. Já. Og svo var hérna Jordan tekin í Breiðablik og var bara fín, sem var í Skallagrím.
En núna er ég bara eitthvað svona, Hóse Medina er bara eitthvað að kóngast, Já, en þú veist, menn Stjarnan vita að það dugar ekki úrvalsdeild, skilur. Stjarnan tók hann á hrunumönnum hann á láni. Já, sem var 40 stig í fyrst deild. Það hefði ekki skorað á móti Val. Já, já. Heitir hann ekki Brynjar þarna í Njarðvík? Hann var kóngurinn í Fjölni og fór í Njarðvík. Strákurinn, hann Hann var ekki kóngurinn í Fjölni. fínn í Fjölni. Hann var fínn í Fjölni. En vitið þið hvað ég meina? Já, ég tek undir þetta. Þú getur verið eitthvað svona í Já. dag. Ég meina, hver eru bara... Þú svolítið fórst þetta í Haugum. Þú tókst Birki, Já, Og náttúrulega tókst Tomma. Sigurvaldi er framlagshæsti leikmaðurinn í allir fyrstildinni. Já, já. já. Af hverju Hvernig er hann ekki, er ekki hægt að finna eitthvað lið og eitthvað hluta fyrir hann í úrvalsdeild? Ég held Jú, að geta jú, farið í hvaða lið en sem þú Mér veist... finnst mjög skrítið að Njarðvík heyri hjá honum. Já, til dæmis. Já, já. Nauðsynlega vantar leikmann. Bara, reynir 400 kall, komdu til okkar, vinnur. En þú veist, og líka bara eins og með Gigliotti, skilur. Hann einhvern veginn var, sko, walking 25-10 þarna með Akureyri. Já, hann fór náttúrulega Þú fær hann bara seðil í Grindavík, skilur. og getur svo ekki Og neitt. svo er hann bara sparkaður, skilur, úr KR með skömm þar sem hann spilaði 10 mínútur niður í fyrstu deild aftur. Núna Og er núna aftur bara eitthvað að kóngast í fyrstu deild. Já, já. Þú veist, þetta er einhvern veginn svona... Hvað sagði ráðan? Þetta er af sem áður var. Vantar Já. Gunnar Bjart hérna með frasana sína og orðatiltækin. Já. Herru, en förum í velunarafhendingar sem að í raun og veru hot take Halla skiptir engum máli. Nei. Sjötti maðurinn, þú velur Veigar Eli, þú velur Soran Virkits, Já. Steinar og Magnús Engill hjá þér, Frikki. Já. Svo verður þetta svo þannig að ég ætla að velja hvað af þessu er í raun og veru okkar official. Og ég ætla að velja Soran Virkits. Takk fyrir. Þó að Haukar hafi tekið smá... Af því að hann er raunverulegu sjötti maður líka. Já. Magnús Engill, er hann alltaf að byrja út af það? Að þeir bara skítöpu fyrir Haukar. Hann hefur byrjað 2 leikir tímabilið. Mér finnst Soran vera svona fertugur sem kemur á bekknum og setur fullt af þrist. Mér finnst Gerarda segjulega betur á bekknum með Haugum. Slapikas. Já. Mér Já, shout out. finnst vorum bara ekki skjóta nóg, sko. Já. Hann geti jafnvel spilað aðeins meira. Þetta spila meira og skoti meira. Já. Það er ekkert eðlótt sem að lendir í því hann að fá opinn þrist og Já. ég ætla að gefa hérna til dæmis á Gerardas á kantinum. Láta hann skjóta. Já. Frekar hann að skjóta bara sjálfur það sem er 40% skita, sko. 12. maður, það er svona einhver svona velun sem að þið vildu tróða hérna inn. Þetta er eitthvað svona... Ég breyti mínum, minna á það. Já, þú valdi Frikka Beast. Já. Þú ert ekki ánægð með það. Jú, það er svo alveg rétt. Og svo vildu bæði Frikki og Halli Sigga Kött. Ég er alltaf að spila með honum í neysludeildinni í Leikni í smástund. Er það Siggi Hals? Já. 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 Kóngurinn. Nú mögum við skróla aðeins neðar. Förum í 5-manna mid-season úrvalslið fyrstu deildar sem að strákarnir stiltu upp. Getum við skrólað? Steinar, þú ert með, ég ætla bara að lesa upp hérna liðin hjá okkur. Ég meina, þið eru með Sigvald allir þrís. Já. Svo eru þið með Hodges. Nei, þú ert ekki með hann. Ég er ekki með hann. Þú ert með Hóse Medina, Sölva Óla. Já. Svo ertu með Hilmir Hallgríms og Sigvald á vængjum og Gigliotti í 5-munni. Já. Já, þetta er klikkaði hérna copy-paste mitt frá Frikka Beast, sko. Ég er með, auðvitað er ég með Sölva Óla þarna í staðinn fyrir hérna Viktor Steff. Förum næst í þitt lið bara Halli þá. Já. Þú ert með Hodges úr Haugum. Svo ertu með annan kana úr Breiðablik, Já. Sardar. Já. Og þú ætlar að láta frekar Sölva úr Breiðablik heldur en hérna Viktor Steff og svo ertu með Gigliotti og Sigvalda. Já. Stend og fell með þessu piki. Já. Þú ert með svona blöndu af þessu Frikki. Já. Líka með Hilmi Hallgríms. Svo, af hverju er þið ekki með Huga Hallgríms? Hann er alltaf með 20-10. Ég skoði alveg. En bara, ég vildi ekki vera með Gigliotti og Huga. Þú ert að vinna leiki, þú ert ekki að verðlauna. Má ekki færa rök fyrir því að Hugi sé búinn að eiga miklu betra season en Sölvi eða? Nei, svo Lóla. Nei. Nei. Tölfræðilega. Nei, Já. ekki. Hvað Sölvi með? 18,9 stíleiki eða eitthvað? Já, ok, það er þannig. Eitthvað 17 og Ok. 17 og 5. Eitthvað svo leiðis. Sölvi er líka tölvört nettar í gauri Og einhvern veginn. stóðsendingar líka og er bara, húst, Spilar inn í þetta. meiri líkilmaður í sínu liði heldur en Hugi í Haugum. Þó hann sé líkilmaður líka en Sölvi bara svona meiri mikilvægari. Svo Hugi er samt meðstu í 3 blokki leik, sko. Já, ég veit það, en ef Hugi deitt út í Haugum, En er Hóse Medina, er þetta ekki versta season Hóse Medina á Íslandi eða? samt með 20-10 eða eitthvað. Samt ef að Hugi myndi detta út í Haugum. Hvað myndi það tapa? Breki, Sjö? Yngvi, Það Alex skipta minna Rapp. máli fyrir Hauga, minnst á Huga, heldur en fyrir Breiðablik minnst á Sölva. Já, það sást ekki er. Ég er Rúlum mætt á neðar, Fylki Breiðablik Einar. og Sölvi er ekki með. Já.
Þið eru með, sem sagt, besti leikmaður fyrstu deildar Mid-Season Awards. Hvaða lið ætlar að velja hana? Já, og sjötta mann. Við þurfum Þú frá valdir þér, hann. official. Mid-Official. Myndu skipta út Hose fyrir Kinion? Já. Ég hugsaði það sko. Hodges, Sigvaldi, Sigvaldi, Jose, myndur á Hose? já, Ok. Sardar í Breiðablik, hann er bara búinn að sturla það núna upp á síðkastið. Já. Og Gigli. Og Gigliotti. Gigliotti, já. Það er official fimmannaliðið. Já, það var erfitt að taka einhvern hetti. Ég skoðaði Þeir þetta. allir bara Þeir eru búin að vera bara svo rosalega jafnir eitthvað. Já. Ég alveg Er það- pældi, mér langaði að Það velja eru- einhvern hetti, en ég gæti ekki fundið einhvern einn. 8 leikmenn með 11 stig í leik, sko. Ég gæti ekki fundið einhvern einn til að taka út úr þessu. Veljum við ekki bara liðsheildina þaðan? Jú, Er það ekki bara... Er ekki bara... Já. Má eitthvað veluna árangur, en Já, þeir voru svolítið að skítapa fyrir Sindra, sko. já, en þú veist, þeir eru öðru sæti, það var bara erfitt að finna Hver er frá upp? Beint, höttur. Maður fer fram og tilbaka. Nei, Sindri úr þessu. It's the Höttun er ekki innbyrð úr þessu. Ég held run and con að curse. blíkuna fyrir beint upp. Wow, ég tek undir það. Nei, það er ekki séns. Ég held að höttur vinni þetta ennþá. Nei, Sindri. Sindri er svona lið, og þú þarft ekkert að tjá þig. Spáði fyrir tímabilið. Sindri er svona lið sem á eftir að tapa fyrir Fjölni og Skallagrím óvænt. Við spáðum fyrir tímabilið og ég ætla að halda mig við það, Sindri. Alveg típist, sko, að við myndi gera það samt, sko. Ég ætla að koma frá 12. manni. Heyrðu, hérna, besti leikmaður fyrstu deildar, Slæmi og Frigg segja Sigvaldi, Halli segja Sölvi. Við verðum ekki á Sigvaldi þetta, hann er búinn að eiga fullt af 30 stiga leikjum. Og við erum að sjálfsögðu að velja bara Íslendinga. Já, Og þó jafnvel ekki. Þó að vera ekki, betri, hann er samt bara Já. bestur. Er ekki svona Sardar, Sigvaldi og Hodges, svona þrýr svona sem eru, Já. Hann er framlagshæstur í eða dildinni. ekki? Sigvaldi. Já. Ok, Yfir alla. já. Þannig að bara átó. Ef einhver tíman ætti að sækja samt leikmann núna í fyrst deild, þá er það Njarðvík núna að sækja Sigvalda, bara til þess að, Það er bara öskrar á mann. Já. Heyrðu, óvæntust úrslitin, það voru Sigur KF á móti Hauka. Hvað ert þú með Frikki þarna? Þegar Fjölnir vann Höpp með 20 á Egilstöðum. Var það ekki? Það var alveg óvænt líka, já. Það var á Egilstöðum. Já, það var þetta mjög óvænt, það er rétt hjá þér. Ég ætla að velja samt KF Sigurinn á móti Haukum. Já, svona Skiljanlega. mjög óvæntur. Það var mjög óvænt. Rúlum neðar og færum okkur í Ætli beig. Haukar voru líka undefeated. Frostað. Já, akkurat. Það var fyrsti leikur sem braut á í tapregnu. Færum okkur í deild þeirra bestu. Nú fyrir að tala tungumálar að hala. Já, Þetta er deild sem að Halldór fylgist með. sem er alveg glórulaust að því ég var allt mitt líf einhvern veginn svona undir meðalagi leikmaður í fyrstu deild, sko. En Og svo líður ekki fylgist bara ég ekkert með, sko. Er ekki vandamál að þér líður eins og þú getur labbað inn á Breiðabliksæðingu og verið starter í dag? Ég væri allan á 70 maður. Já. Hérna, fimmana mid-season liðin. Steinar, Já. þú ert með hörku lið. Khalil Shabazz, Orri Gunnarsson, Taivo Badmus, Kári Jónsson, Gogo Sústum. Já, bara mér finnst þetta bara svona, þetta er alltaf erfitt að velja eitthvað svona úrvarslið. Já, Og maður langar að taka, eins og Gauko Sútsum úr IA er alveg Reeds, en hann var bara stígastur í deildinni áður en hann mittist. það er búin stjórnlaður. Af hverju Orra Gunnarsson? Og bara ástæðan fyrir að þeir eru þarna sem þeir eru. Já. Í baráttunum haldur sér upp í deildinni er... Ég ætla að kasta, ég ætla að koma með villið eftir. Förum fyrst í Frikka. Ég er svolítið ánægður með að Frikki sé með Linnars þarna sem að er bara ástæða þess fyrir mér að Káir eru þar sem þeir eru. Hall er rétt líka. Sömur öku ég nota fyrir Gauko, sko. Þannig að þú ert með Jordan Sempul og Linnards, Já. Badmus í þristinum og Falkó og Kára í ást fyrst. Já. Mér finnst Kári líka verður að vera þarna, hann er búinn að vera frábær. Bara Kári er búinn að vera stjórnlaður. svona mest konsistent tímabilið hans mjög lengi. Já, og Valur í þriðasæti og eru að trenda upp, sko. Þú ert hins vegar, já, þú ert með blöndu af þessu, Halli. Já, Þú ert með, líka með Kára og Falkó. ég með þá. með Ég Badmus, Sústum, Sempul. bjóst við Halla þarna bara með byrjunlista Óla. Það var freistandi. Ég nýði eitthvað, ég held þetta þyrfti að vera eitthvað faglegt, sko. búinn að vera eitthvað það góður? Já, sko, ég verða... Jú, bara- Hann er bara svona bestur í tindastórsliðinu sem eru góður, þetta er svona bara... Já, það er það. Hann er ekki búinn að vera eins góður með Vali fyrra, en hann hefur ekki þurft þess. Já. Hann þurft þess með Val að vera bara skora 30 stíl leik. Annars undir þeir ekki leiki. Hann En þarf hver- ekki með stólunum. Ef við svona saminum þessi þrjú lið, þá verðum við að vera með hérna
Kára og Falko, því þeir eru í 2 liðum á það. Verðum að vera Badmus, hann er í 2 liðum á það. Nei, hann er öllum 3 fyrir ekki. Sample eru 2, Goik. sem eru 2. Mér finnst bara Sampul. Já, Sempúli á ekki. Ég ætla bara að koma með official run gun liðið, ég ætla bara að ákveða. Það er Kári, Jacob Falko, Taivo Badmus, Goiko Þú verður að einn og Grindavík sko, þeir eru efstir. Það er bara galið að hafa ekki Kane, Shabazz eða Sampul. Mér finnst Sampul einhvern veginn búinn að vera bara besti leikmaðurinn í Sempúli deildinni. frekar heldur en Linnars. Já. Já, alveg, allan daginn. Samþykkt, ok. Þeir settu samt Ég myndi hafa Sempúlin í KR-liðið og þá eru þeir í fallsæti eins og hann þegar hann varna síðast, sko. En Linnarts er búinn að skila fleiri sigrum en Sútsum, sko, þannig að ég myndi hafa hann. Við völdum hann ekki. Valda hann? Nei, ég satt hann ekki. Nei, varstu ekki með hann? Sútsum. Hvort myndið þið bara, þeir eru bara, ég myndi frekar taka Linnarts í liðið mitt en Sempúl. Ég vil ekki Linnarts sjá frekar Sútsum og Sampul líka örgulega sko. En það fer eitthvað með vantar. Ég ætla að vera með 6 manna úrverslið. Það fer eitthvað með vantar. Enginn getur stoppað mig. Hver þjálfar, ég glemdi að spyrja ykkur af því, hver þjálfar þetta lið? Er það Jóhann Ólafsson með eitt tapleikinga til eða Kjartan Atlisson sem er laus, er hann að taka við þessu liði? Mér langar að vera eitthvað sniður hérna sko. Ég Bara, ég veit ekki alveg Arnar, Finnur Freyr. Finnur er búinn að trenda upp, já, það er rétt. Ég verður ekki að veluna gott gengi og taka Jóhann Ólafs. Svona búinn að vera Þessi saman bara mjög gott lið. Jú, já. Bara skipti sem að Grindavík verður Já. óslega sniðið, bara vel útlendinga og bara Já, völdu bara alla bestu leikmennir fyrir. alla bestu Ég leikmenn ætla að taka Finn Frey. Þeir einhvern veginn koma inn í þetta, einhvern veginn bara svona haltrandi með umulegan kana og... Talað um það að vera þjálfari snýst 90% að velja réttu leikmenn og Grindavík gerir það. Þannig að ég vel Jóhann Ólaf. Já, ég vil Finn Frey. En þið tveir. Mér langar að vera eitthvað sniður. Ég vil Finn. Já, tíminn er bara búinn að vera sniður. Ég ætla að segja Borse eitthvað. Ég get síðan ekki sko rökstuð það sko. Hvítalögur. Hvað er þú að segja, Friðrik? Ég segi Finnur. Já, 2. Já, ég svona finnur hljómar rétt sko. Mér finnst bara Ég vil ekki veluna það að þú mæti bara hangandi hausinn í tímabilið eins og þau voru einhvern veginn og svona mallis einhvern veginn svona. Þeir eru allir bara komin í 3. sæti. Þú drullar yfir það framan á tímabilið. Já, mér finnst impressive að þeir eru búin að snúa þig við. Þeir gera alltaf. Ég sagði það við þá líka. En það þarf að gera það. Já, það þarf að gera það. Já. Þú drullar akkurat yfir þetta. Já, ég meina, I don't like it, sko. Nei, ég segi það. Mér finnst heldur ekkert eitthvað næs að kaupa bara framúrsasta leikmannir á öllum liðum og segjast vera góðu þjálfari, sko. Er það eitthvað betra að það? Svo það annað sjónarmið. Hvernig ætlum við, Óskar winging it. Já. Ég ætla að setja Óskar á þetta. Ég felldi í að hérna, ég held að í að yrði fallnir at this point. Þeir eru ekki í fallsæti, ég ætla að segja Akranes þjálfarinn. Með stjórn sem er hérna rekandi og sænandi menn og þjálfara í kringum sig. Ég ætla að segja Óskar er minn þjálfari. Það er ekkert galið pikk, sko. Hvað var línan á sigura hjá IA fyrir tímabilið? 0,5? Eitthvað svoleiðis. Já, 1,5. Búin að kofera það. Herðu, ok, förum neðar. Og við erum að tala besta leikmanninn. Halli sagði boring Jordan Sempúl tekja honum. Nei, þetta er svona letipikk. Ef þú svona ferð á, sko, virkilega pælir í þessu, þá er það gott pikk. Þetta er alveg fínt pikk, sko. Ok. Þetta er alveg rúst þetta. Já, ég er líka, hann sko... er 3. bestur í liðin á sér, sko. Nei, stöðum með 50 einleiknir sem hann var ekki. Ég met, sko, ég fletti aldrei upp með neitt tölfræði. Þetta er bara ættis. Stiga hestur í þessum leik. Já, endaði stigast í leiknum fyrir að spila 1,5 leikluta. Hérna... Ok, svo erum við að tala Jacob Falki og Frikka. Þegar íra væru lélegir en Ármann eða Falka væri ekki í síðan. Sammála því, þeir væru það. Og Slæmi er með Kári Jónsson. Já. Já. Þetta er bara, ég gæti ekki fundið eitthvað svona einn í Grindavík. Nei. Eitthvað öskrað á mig. Fyrir svona mánuði síðan klálaði Khalil Shabazz. Já, en svo bara síðan Svo er hann átt nokkra stinkera. Síðan þá hefur hann ekkert verið svo frábær. Nei. Vissulega meiddist eitthvað þarna, eitthvað svona. Já. Og verið svona tæpur. Og líka bara þeir eru pælið að skipta honum út, sko. Hjálpar ekki að... Ég skil alveg líka... Erfitt að finna hver er búinn að vera bara konsistant, bara... Hjá mér er það Kári, skilur. Ég hef bara lagði höfuð í bleyti og þetta er ekki að því ég eitthvað þekkja hann eitthvað. Elska hann. Heldur bara að því að mér finnst það bara að vera konsistant svona... Kári... Það er eitthvað alltaf svarið þegar við öllu alltaf Kári En er ekki Jacob Falko, sko... Er hann ekki eina svona ofurhetjan í sínu liði eins og staðan er í dag? Jú. Veitu hvað ég meina? Bara svona... Eins og að segja, ég er verið verið en Ármann ef hann væri ekki hann. Já. En Kani Þór Þólasson, ég man ekki hvað hann heitir. Jacob Ross. Já, er hann ekki svona ofurhetja?
Ég stundum. Ég fíla hann ekki. Hann er bara ekki alveg, hann er búinn að vinna aðeins fleiri leiki. Já, ég bara dæmi alla mína körfuboltaþekkingu, nenni aldrei að fletta upp stöttum. Það er óþolandi þegar Steinar mæti með einhverjar tölur. Þetta er allt bara eye-test hjá mér. Og eye-test maður. Og eye-testið er... Hvernig er tölfræðin hjá Kára? Ekki 17, 6, 4 eða eitthvað. Svona bara svipuðu hjá Dota Turbo nema bara liðir að vinna miklu fleiri leiki. Já, og bara einhvern veginn svona... Hann er búinn að eiga leiki þessum að klára leiki. Hann er bara að eiga stóra leiki, skilur, hann er að eiga 30 stig leiki og eitthvað. Eða svona tæpa. Ég ætla bara... Viltu að ég finni þetta fyrir þig? Official pick run and gun er að Kári er besti íslenski leikmaður með Falk og besti... Nei, djók, úgeðslega leiðilegu gaur. Hvað er það þá? Ég ætla bara að segja Kári. Falk er ekki búinn að vinna nóg marga leiki. Kári er búinn að vera mjög góður í eye-testinu. Kári með 20,3 á meðal leik. Já, bara hann er með tölfræði eins og Hilmar Hennings í fyrra, sko. 6,3 stóðsendingar. Og þegar Eikoks var búinn að vera slagur, eða svona ekki í formi, þá var Kári samt góður, sko. Hann þurfti ekki á Eikoks að halda til að vera sjálfur góður, sko. Hann var að kerja... Held sko líka bara málið er að Kári gerir alla betri kringum sig, en sko Jacob Falko mögulega er bara ekki líka með nógu góða leikmenn í kringum sig til að gera það góða, sko. Kári er að skjóta 40,4% í þryggjastæði leika, sko. Ég meina settu Falko í staðan fyrir Kára. Já. Og ég held að það skili mjög svipuðu resulti, sko. Já, pottjætt, sko. Sko, Pottjætt, en hann er ekki þetta. Ef Falko hefði tekið... Ef ég væri að þjálfa Tindastól, þá væri ég ekki búinn að tapa leik. En ég er ekki að því, þannig að we will never know. Kári dræfar og hann er með Callum Lawson í horninu, meðan hann er með hinn með Björgvin Ríkars. Það er frábært, sko, verið með hann í horninu. En samt gefur Falko alltaf á Björgvin Ríkars of the Worlds. Já, þegar liðin heldur með 5 leikir. Hann heldur alltaf að sé Tómas Orri. Hefði hann tekið hérna í fjórðuleikluta, hefði hann tekið kannski 4 skot í staðan fyrir að gefa á einhverja niðursetningar í horninu, sko, þá ég er unnið val í síðasta leik, sko. Hvað ert að gera? Taktu bara þessi skot. Herru, mid-season mest bættur leikmaður bónusdeildar. Þetta er sem sagt, hvað heitir þetta ennsku? Most improved. Most improved á íslensku. Það er eitt sem ég vil ekki fá í andlitin nefnilega, að ég sé ekki að ég sem er slangur hérna. Steinar segir Júlíus Orri sem er, já, og svo eru bæði Halli og Frikki með Tómas Orra Hjálmarsson og við veljum hann bara. Já, þú fannst upp á honum. Já, ég sótti hann í Sindra. Já. Sko. En rak hann svo yfir í hér. Eru einhver með shoutout? Mér finnst Bjarni Guðmann búinn að vera... Hann er ekki bara að bæta sig. Já, hann er bara stærsta rödd, mér finnst hann búinn að vera góður. Sko, Tómas Orri hvað, með 8,9 stig í leik eða eitthvað. Ég var með 10 eitthvað, hann er búinn að tvöfalda meðaltal sitt frá því fyrra. Já, hann er búinn að, já. Var hann ekki með 1 stig fyrir það? Er hérna... Ja, 4 eða eitthvað, hann er með 10 eitthvað núna. Er ekki Hilmar Pétur smá shoutout hann líka? Jú. Hann var svo ótrúlega eitthvað tæpur hann í fyrra. Hrottalegur í fyrra. Eins góður hann er í körfubolta, sko. Já, alveg pirrandi oft hvað hann getur ekki sýnt það. Friðrik Anton er klálega að sjátt líka hann. Já. Hann er alltaf einu bara svona skiptir máli í úrvalsdeild. Úrvalsdeildar leikmaður. Já. Maður var að bíða eftir í, 3 ára eða eitthvað? Það var skjóta vel. 57% þrýsting. Já, sem er galið, sko. Það verðum að segja líka Bragi Guðmunds. Ég meina hann er bara... Ég hugsa það, ég ætlaði að Hann er með breyta. stigahæstu mönnum og var hann einhver 8. maður í Grindavík bara að slá leikmenn, sko. Ég breyti, ég tek Bragi Við þurfum ekki að segja Bragi Guðmunds. Bragi Guðmunds. Það er official pick, já. Já, einmitt. Hann gleymist oft. Hver ekki? Já, ykkur allavega. Þetta er ekki sammála því eða? Og svo miklu stærra stökk að verða... Kóngurinn. Já, ég meina hann er bara kana ígildi í Hármann. Já, hann er bara besti leikmaður þeirra. Já. Bara bókstaflega. Herru, 7. maður deildarinnar. Þú segir Sigtryggur Arnar Steinar. Já. Frikki segir Seth Luday og förum svo neðar. Einar. Halli segir Garlovits í stólum. Það er náttúrulega fyndi rotation hann hjá þeim. Einhvern veginn Sigtryggur Garlovits hann á bekknum. Maður veit aldrei, þeir eru ekki með eiginlegt byrjunarlið, sko. Seth Luday sé líka einhver 7. maður eða? Nei, þetta er eiginlega ömurlegur listi, þetta er ömurlegt pick hjá ykkur öllum. Garlovits er að koma inn á sem 7. maður, hvað á ég að gera? Ekki vel. Garlovits hefur ekki startað einleik, þannig að það er vissulega... Ekki Sigtryggur heldur? Ekki einum? Held ekki. Já, heyrðu, förum í óvæntustu úrslit tímabilsins í úrvalsdeild. Er ég ekki með? Hvað varst þú með þarna? Setti ég ekki inn? Nei. Jú, varst með... Já, með Ía Álftanes. Varst þú ekki með Njarðvík Tindastóll, eða? Ég er með Njarðvík Tindastóll. Já, ok, já. Sko. Ég spáði því í þættinum minn að Njarðvík myndi vinna leik. Sko, Frikki var með Tindastól-sigur í Njarðvík. Nei, það er Njarðvíkur-sigur á móti Tindastól-sigur. Það var helviti óvænt hvað þeir jörðuðu það samt, sko. Já.
sérstaklega með hvernig Njarðvík hafa síðan verið og hvernig Tindastóll hafa verið. Það var mjög skrítið Taka fram að ég spáði þessu í þættinu minna fyrir þessu Hann umferð. reyndar gerði það. Svo eru þið með sem sagt Álftanes að tapa upp á Skaga. Skaginn var með alla ennþá í þessum leik samt. Já, en bara, þetta var á þeim tíma sem að held að Álftanes væri contenders. Já, ég er með annað fyrir ykkur. Snemma á tímabilinu Já. og Álftanes voru búin að vera bara mjög voru bara að vinna hverja unnið með 50 í byrjun, Ármann eða eitthvað. Já. Byrjaði að vinna Ármann með 50 stigum. Svo unnur annar leik, svo mættur Ía og þau töpuðu honum. Og það var bara svona, hvað gerast? Óvæntustu úrslitin fyrir mér er þegar að ofurlið Tindastóls mætir keinlausum Grindavík Já. og tapa með 40 sko. Já, það var svo sem óvænt líka. Það var alveg óvænt. Ég hugsa sko óvænt, hvar tapaði ég mestum peningum? Það var þar. Var það ekki frekar Álftanes Ía eða? Nei. Ég var smá Ég svona tapaði þeim líka. bananahýði pælingar þar sko. Á tímabilinu. Já. Ég var alveg bara ennþá í hálfleik, bara svona, já, nú rífa stólarnir sig í gang. Þeir eru bara 24 stigum undir, nú hljóta þeir að rífa sig í gang. Já. Og svo bara, heyrðu, þeir eru orðnir 38 undir. Það var heldur óvænt. Svo kom hann einhver strákur inn og vorum að tala um, glemum hvað hann heitir. Unnsteinn. Unnsteinn. Og setti 30 eða eitthvað. Þetta er 11 stig. Leið eins og það var 30. Manni leið eins og það var 30 stig, sko. Heyrðu, Það var alveg fyrir óvænt, sko. neðar, þetta er alveg að vera búið hjá okkur strákonum í dag. Óvæntustu, sko, singulframmistuðu tímabilsins. Og það hafa verið svolítið margar og skemmtilegar. Hjá mér er það, Já, byrjum á Steinari. hjá mér var það Styrmir Jónasson, mútið Grindavík, 19 stig. Já. Hann er búin að vera betri í úrvasteld, heldur hann var í fyrstu Já. fyrra. Og þetta var líka svona, já, bara svona tíma út á tímabilinu sem að, maður get svona, ef maður er í veðmálunum, maður get tekið svona over-unders á leikmenn. Já, Maður var oft svona eitthvað, voðalega hátt á hann Styrmi. einmitt. Og ég held að maður aldrei unni betta það. Hann er alltaf sett meira, Já. farið yfir óvisslínuna sína. Okkur settur leikmaður í sviga hann undir. Ég bara copy-pastaði eitthvað sem að maður hefði mér. Mér finnst hérna Halli með geggjasjátt líka og ég verði eiginlega bara að við þurfum ekki að setja bara virðingu á Ingvar fyrir þessi 30 stig sem hann sallaði á Skagan í gær eða fyrra dag. Jú. Þetta er mjög óvænt. Það átti enginn von að hann myndi bara einhvern veginn spila körfubolta aftur eða hvað þá, vera bara mættur einhvern veginn í bara í leik og svo setur hann hvað það var, sko, 24 stig eða... Bara gæða leikmaður, sko. Já, þú veist, bara eftir 5 ára að labba henni í atvinnumannadeild og setja 8 þrist, það finnst það bara insane vel gert, sko. Já, mjög vel gert. Óskar sagði líka að ég átti bara ekki von á þessu, sko. Allt ínum mættur, sko. Það er þetta. Freki, þú varst með hann á landsliðinu? Nei, bróður hans var með landsliðinu, Bragi. Já, Bragi. Bara grín. Yngvi var með hérna, Kára og Tryggva, eða ekki, og Turbo. Jú. Já, Kári er eldri samt, en já. Já, þú veist, Yngvi spilaði fyrir sig, skilur. Já. Það var gott lið, sko. Það var mjög gott landslið. Já, Og Eyjólfur Ásberg. Þegar Tryggvi og Kári voru, þá var ennþá betra landslið. Þegar þeir spiluðu fyrir sig. Jón Axel og... Það hjálpar stundum að hafa 22 í landsliði. Við þekkjum það hjá A-landsliðinu okkar verið síðan. Sérstaklega yngri landsliðum. Heyrðu, þú varst með Lanaras gegn Stjörnunni, Freki. Þegar hann vann Stjörnuna, setti 33 stig. Hann er góður samt, sá gaur, sko. Svona, hann minnir mig bara á Massarellika en sem var í Þór líka. Getur átt leiki. Getur átt leiki. Heyrðu, ekki óvæntasta tímabilsins. Slæmi segir Kári Jónsson sé bestur. Það er ekki óvænt. Neðast hann má vera bara síðustu... Halli segir það sé ofbeldi hvað Þór Þórlarsson séu lélegir, hann bjóst við því. Já, ég alltaf reikna ekki með að myndi setja þetta upp, svo sem orðurétt upp á skjá. Það var að hafa það. Er það ekki óvænt tímabilsins? Já. Að þessi ofbeldis lélegir? Já, maður átti von á því að þeir eru ofbeldi lélegir. Já. Hvað ert þú með, Freki? Aðeins orð. Fyrsti kanni var... Freki, já, þetta er mjög gott. Freki er með ekki óvænt tímabilsins að fyrsti kann hjá Val getur ekkert. Það er, já, mjög góð punktur, sko. Ekki fyrsta sinn. Lodrian Griffin. Hann var jú víst á Jugo Hann satt þarna, já, hann satt þarna samt hlæjandi eitthvað á bekknum síðast og í góðum gír. Og var í liðsmyndinni. Já, greinilega, hérna, góð manneskja Já. og er með flugmiða jólin. Jú. Kannski er hann eitthvað að bíða eftir í hvort einhverju fyrst til hringi. Það er aldrei að veita. Eða Ía. Það var ofbeldi. Já, eða Ía, eða Ármann. Já. Og svolítið Ármanns þetta að pikka upp Sarko Júkins og leitir en Griffin. Það ekki? Við skulum taka þetta scraps hérna. Tökum hérna.
þið kastið frá okkur. Herri, sko, mér langar smá að fara í bara að loka stöðuna, skrollaði bara yfir þetta, er eitthvað stórt þarna? Þú spáir í að Tindastóll vinni, Steinar? Ég með Tindastóll, Valur, Grindavík, Stjarnan, GF, alltaf. Þú fellir í á Ármann, KR og Þór, svo sem ekkert eitthvað hot þarna, sko. Nei, KR droppi. Já, Grindavík droppið er kannski svolítið hot hjá þér. Já, svona, við erum 2 seti. Ég sagði áðan að hot ekki verið myndi ekki ná heimalegjarétti, sko. Já. En mér finnst þetta svona raunhæfara. Já. En ég sé hitt alveg gerast, en það er óleiklegra. Hvað ert þú með heitt, Halli? Það er örugglega að KR séu svona ofalega, sko. Ég er ekki að pæla í núna að meikar það kannski ekki alveg sens, en... Það er nú svona svolítið hot að þú gleymdir bara einu liði, eða er það neðar, eða? Eru Skaginn að falla hjá þér? Já, Skaginn að falla. Já. Og Þór og IR með svo playoffs? Já. Ok. Hafnir er. Hafnir er. Hver spáðið þú, Freki? Hvað er að fara að gerast? Tindastóll fyrir upp fyrir Grindavík. Já, Njarðvík missir að play-offs. Þið fellið allir Ármann og IA. Ég set í Það er auðvelt eitthvað. Já, það er auðvelt. Með stöðun í dag, það er það mjög auðvelt. Já. En ef Yngvi ætlar að fara að spila svona, þá vissulega Splash Brothers. geta það verið eitthvað skemmtilegt. The real Splash Brothers. Ef að Jón Axel kemur heim núna, fær hann í Ármann eða Grindavík? Grindavík. En hérna, ef við virkilega pælum í því, fyrir ekki að koma inn á dagann. Já. Að í dag er Ármann með innbyrðis á bæði IA og Þór Þorláksson. Já. Og alveg gott innbyrðis á bæði lið. Já. 20 stiga innbyrðis, sko. Já. Það þarf ekki mikið að gera svo þeir bjarga sér frá falli, sko. Þú veit væri það the greatest escape. Já, mér hefur verið búin að drullið á allt tímabilið. Þá er ekki Finnur fyrir þjálfari, þá er það Steinar Kaldal. Já. Já, algjörlega, sko. Já, bara að vera með lélugustu kanasögunar í og bara kanalaust lengi vel. Já. Skiptir ekki máli. Agalegt þegar þau byrja eitthvað svona kanalausir mikið, sko. Því að þessi lið geta stólið einum svona í byrjun tímabils. Já. Þið viti ekki hversu lélegir þeir eru, sko. Það mæti ekki með kana, sko. Það er brútal núna, sko. Það er það. Í deildinni svona í dag. Strákar, ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna hérna í Myntkaup Arena Takk. og senda ykkur heim í jólaboð. Takk fyrir að fá okkur. Takk fyrir að vera hluti af 20. þætti Run and Gun. Bara sjálfsagt vinnur. Ef ekki að reyna að taka upp bara fyrir umferð. Jú, næst. Já, umferð eitthvað svona 7. janúar eða eitthvað. Já. Þannig er þetta 3. á Smá laugardegi. jólafrí núna. Er umferð 3. á laugardegi? Bónus byrjar 3, 1. inn í 4. Það vorum við ekki að fara að taka upp, ég nenni því ekki. Ætlum við eitthvað að tala um af hverju það er ekki spila með jól og nýjárs, eða? Heyrðu, nei, við ætlum ekki að gera það. Gott. Gleðileg jól! My first album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist. Many years on this professional level. What would you question who's better? The world is still mine. Tattoos real with Godson across the belly. The boss of rap. You saw me in with thoughts like that. To take it